Ég heiti Þóra Kristín og þeir eru að hlusta á Tveir fellar. Herðu, góðan blessan daginn og verið velkomin í glænýjan þátt af Tveir fellar og við erum með glænýjan gest, það er hún Þóra, blessu. Sælir. Takk fyrir að mæta. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og við ætlum að ræða þessu Þóru ræktina sem ég og Einar erum í smá fríi. Hvað ertu búið að vera landfrí? Sko þetta er umulegt og það eru svona áskrift svona hjá-vörklass. Já. Þú veist bara að borga eitthvað 8.000 manni. Svo hata ég að borga þessu áskrift og það er ekki búin að fara, þú veist, eins og núna fór ég bara held ekki, fór tvisvar kannski síðasta manni eða eitthvað. Það er svona svo auðvelt að bara byrja, þú veist, ok, þú þarft að mæta kannski í svona 1,5 viku og þá ertu bara komið í rútinu, skilur. Og ég hef alveg stundum náðu þessu rútinu og þá bara mér er aldrei liðið betur en þegar ég er í rútinu. Já, ángríns. Og það er geðvægt okkur og svo verð ég einu svona veikur eða eitthvað. Og þá bara, fuck man, það er bara búið sko. Nei, en það maður er ógeðslega fljótur að ná þessu upp sko. Að koma þessu inn í daginn. Ég var einu sinni með rútínu, það var þegar ég var að mæta með svona gömlu fólki í svona tíma. Já. Það leið mér af svona alveg næst sko. Það er svolítið eitthvað, skilur við, það gerir alltaf eitthvað. Óli dró mig inn tíma og ég er bara Einar gat ekki. Ég er ekki, ég gat þetta. Hvað voru það að gera? Við vorum andast með svona 60 ára gömlu fólki, bara eitthvað stíga hún á pall og allt niður og ég bara eitthvað gaur. Það var ekkert eðlilega mikið að rassaðingum og fóru í buttlift? Nei, þetta heiti styrkur og eitthvað. Já, ég veit ekki, ég fer aldrei í þessi tíma sko. Ekki, er aldrei farið? Ég hef aldrei farið í tíma. Svo leiðilegt í tímum. Ég er góður í Tabata, ég er mjög stakk gaman sko. Tabata? Það er fucking gaman. Ógeðslega svo skemmtilegur hrynjandi þarna. Já, Tabata er fucking næst sko. Hvað, er það bara eitthvað? Það er bara svona, þú veist, bara, maður mætir og bara gera sem gæðin segir að gera. Já, svona hringur fyrir gamla fólki. Það er alveg gaman að fara í tíma svona ef maður veit ekki alveg hvað maður að gera, skilur við. Það er ógeðslega næs. Ég byrjaði þannig. Ég var að æfa í svona stöð þar sem ég mætti bara, þau sögðu mér bara hvað ég ætti að gera. Ég var þarna í klukktíma, gerði það sem þau sögðu mér að gera og fór. Það var ógeðslega næs. Þá svona byrjaði mér að finnst þetta mjög skemmtilegt, skilur við. Já. Og læra þeim svona. Ég get að tala aðeins með þér mæknum. Ég? Nei, svona hún. Já, það setja hann kannski aðeins og svona aðeins á. Það er ekki stress. Svona? Já, perfect. Ég veit bara, ég þarf að þetta og það er bara eitthvað. Það heyrst ógeðslega lágt í mér. Já. En þannig þú byrjar, hvenær fórstu í þessa tíma, segir við? Mér langar að segja fyrir 2 árum. Þá byrjaði ég, og þetta var svona, þú veist, ég var að æfa með fullorðnu fólki. Já. Það var bara fullorðnu fólk þarna. Ok, nei, við skulum byrja byrjunni. Í svona 8. bekk. Þá byrjaði ég að æfa í þessu stöð upp á Akranesi þegar ég bjó þar. Já. Og læriði svona smá bara hvernig maður á að lyfta og svona. Þetta er svona smá eins og crossfit, þetta er samt ekki crossfit. Já. Svona þannig svona típa af æfingum. Og bara svona geggja mikið, þú veist, reynir að þola, þannig að þetta er mjög svona high intensity. Og síðan hætti ég út í Fluttaskaganum. Ég var ekki með bílpróf, skilur, ég bjó í bænum, hvernig ætti að komast að æfingu. Einar, amateur. En síðan byrjaði ég aftur á svona 3. ári menntaskóla, eitthvað svoleiðis, kannski öðru, fyrir svona 2 árum. Sömu stöð, bara hérna í bænum. Og Reebok það? Nei, hvað heitir hún? Nei, þetta heitir Metabolic. Þetta er þetta er á Höfða. Þetta er Mannstóli Höfði sem voru að tala um aðeins. Já. Höfði, sko. Óli svo áttu þetta, Óli vissi ekki eins og Agnes var. Hann var að spyrja um aðeins, sko. Ég veit ekki hvað það er, sko. En já, þannig að læra svona smá lyfta þar og síðan farði ég með þér vörklass fyrir svona ári og byrjaði bara að æfa sjálf. Vörklass er svo næs, bara upp á líka sundleginar og hvað svona. Já, það er ógeðslega næs. Mér finnst eitthvað annað kósí. Þú veist, ég borga upp áskriftina mína bara með sundi. Já, það borgar sem þeir reyndar alveg. Þótt maður myndi ekki fara að æfa, vera bara alltaf í sundi. Það kostar 1000 kall fyrir okkur að fara í sund, skilur. Þetta er fáránlegt, maður þarf bara að fara að búa sér til fake skilríkja sem eru of ungur sko til þess að geta notað í sund. Maður notaði þetta nú oft bara, já, þegar maður 9 ára náttúrulega bara, já, ég er 17. Já. Gerðu það? Já. En samt í Salalaug, þau eru alltaf skilríkja fólk. Tjekka, sko. Maður verður bara fyrir Grafvogslaug. Þú skilur ekki þar, þeim er drull. What? Nei, þetta var alveg oft og svo, ég held ég að eins og lendi að beðum skilur ekki það bara, já, nei, ég er 9 ára 18. Já, tjók, já, ég er 18. Já, ég var bara að gleyma þig. Shit. Það var í lengur 18 ára, sko. Einu sinni fór ég í Grafvogslaug og ég sagði eitthvað svona, já, ég er 18 eða eitthvað. Og hann eitthvað, ertu ekki 17? Bara að reyna, þú veist, svindla mér inn þannig ég þurfti ekki að borga svona mikið. Bara, jú, úps, ég gleymdi því. Og fækstu bílprófið þá ekki strax eða hvað? Nei, sko, ég var ára undan í skóla, þannig að ég fekk ekki bílpróf fyrir svona, ég var hálfnum með menntaskóla.
þú veist, á annari önninni á öðru ári. Akkur fórstu fyrr í skóla? Ég hef aldrei skilið þetta, það nokkuð sem gera það sko. Já, sko, ég byrjaði fyrr í grunnskóla. Hverjum borguðu þið? Eftir á 2 árum undan? Nei. Þú veist, ég skipaði basically síðast ára í leikskóla. Já. Þú veist, ég var í smá stund á 3. árinu hann í leikskóla og síðan fór ég bara beint í skóla. Ég útskrifaðist aldrei á leikskóla, fun fact. Og akkur var það? Út af því að þau ákváðu þetta svo seint að ég ætti að byrja fyrr í skóla. Það voru allir búin, útskriftin var búin. En já, þau héldu bara, þú veist, það var eitthvað að mér. Ég var bara ógeðslega ofvirk og nefndi ekki að tala við börnin og var bara alltaf að tala við alla kennarana, þannig að þau... Þannig bara hendinu fyrir skóla. Já, hendinu í skóla. Þá lærir hún. Já, smá challenge. Já. Já, þetta kvartuðu því núna? Nei, alls ekki, sko. Og það bara hanga með 0-3 þá? Já, þú veist, ég hef alltaf verið 0-3 í bekk. Já. Þannig að... Það algjör svindl. Það sem bara að skipa bara eitthvað... Þú veist, bara klára skólan fyrir og eitthvað, það bara mjög næs, sko. Já, það samt svo margir sem að, þú veist, ég hef held ég aldrei heyrt neitt sem að byrja bara fyrir skólan eins og ég. Það alltaf allir bara skipa eitthvað bekk. Ég man, það var einu í vallarskóla. Já, svo skipaði bekk. Já. Og þá hefur getað skipað, það farið fyrr í framhaldsskóla, þá getur verið 2 árum undan. Það hefur verið snilt, sko. Já, þú skipaði leikskóla og þú veist ef hún hefði gert það. Þannig, já. Fuck, já, það var klikkað, sko. Ég held að það örugglega einhver bannað, sko. Nei, maður mætti alveg fara, ég hefði örugglega alveg mátt fara 2 árum undan, sko. Ég veit alltaf að ég reyna að gera þetta á börnum mín. Bara svona, já, hann svo klár, það getur alveg að fara upp í Átnabæk fyrir núna, sko. Ég þurfti nú að fara í alls konar greiningar og greindavísi til að prófa eitthvað, sko. Greindavísi til að prófa? Fyrstu út í svona IQ-test? Já. 95? Ég ætla ekki að segja Ekki? Það hljóma... Nei. Það hljóma bara eins og ég sé að monta mig. Já, og ég nenni ekki. 145. Já, þannig er yfir 100. Þú varst ekki í starffræðikeppni? Ég var að checka á tímarit.is, eitthvað Skaga... Heyrðu, jú, ég fór í starffræðikeppni. Ég fór í nokkrar starffræðikeppnir þegar ég var í grunnskóla. Varst í 4. til 10. sæti eða eitthvað, sagði ég. Já, örugglega, ég hef bara búin að gleyma þér. Á landinu? Var þetta eitthvað, nei, ekki á landinu. Nú? Nei, þetta var örugglega þegar ég fór í starffræðikeppni, þú veist, Vesturlands. Það var í 4. til 10. sæti held ég og síðan fór maður í næstu keppni sem var allt landið. Þá var ég, veit ekki, ég var ekki inn í sæti, sko. Starffræði, Vá, ég þarf alveg að fara að googla sjálfum og sjá hvað er að finna mig. Ég vissi ekki að þetta var á internetinu. Nei, maður checkar á tímarit.is, sko. Það setur maður nafnið. Já, það er allt svona... Heyrðu, þetta er gott svona stalker move. Já, no joke, ég er ekkert eðalega góð stalker. Já, ég er enda líka, sko. Maður lærir svo mikið svona stalker moves þegar maður er með podcast. Hvað ertu með eitthvað stalker tips? Nei, það er bara svo, ég elska Ísland út af því að Íslendingabók er svo mikið hacks ef maður er að stalka eitthvað. Það er að finna allt alla hérna. Ég veit það, það er bara já.is, Íslendingabók, þú getur fundið foreldra fólks á Facebook, skilur við. Svo líka bara þjóðskrá, þú getur leitað bara nafniðinu, hver á heima, kennitöluna. Nákvæmlega. Ég sé. Og svo með bílnúmerið. En nú er ég komið með eitt nýtt í bankan, sko, tímarit.is. Já, það er mjög gott líka. Það er alveg hacks, sko. Ertu ekki búin að googla þig þar, eða? Já. Varstu með eitthvað? Nei, ég er ekki búin að googla mig, það er rétt. Kemur það ekki bara af hennu upp? Jó. Er þið alnafnar? Já, en hann reyndar alltaf skráður, sko, Óli Þótt, ekki Þorbjörn, sko. Ég veit ekki af hverju, það er bara eitthvað svona þing. En svo líka eitt annað, ef þú fer inn á map.is og ert inn á desktop, þá getur að leita húsið fólki, skilur, fundu húsið þeirra, bara að gera inn á þjóðskrá og þar getur séð fasteignamati hjá fólki. Veistu á hvað ég bý? Nei, ég er ekki búin að checka því, sko. Okay. Ég græði ekkert að vita það. Hann getur það samt á 5 mínútum. Nei, bara 1 mínúti, right now. En það samt segir bara, þú veist, hvað þú skráði þjóðskrá, svo byrjuðu kannski að maða eitthvað, sko. Já. Þannig, fólk, þú veist, það eru margir sem er svo, ég var að gera business með Gaga og ég var svona að checka bara hvað hann heima. Gera business? Svona, þú veist, bara svona, þú veist, ég er að taka og þá checkaði, skilju, hvað hann heima og hann var skráður þjóðskrá bara Akureyri. Hann bjóð samt í einhverjum mansionin í bænum og maður bara eitthvað, what? Það eru margir sem gera það sem er fyrirtæki í bænum. Já, ég veit ekki alveg. Maður fær styrk að maður býr, þú veist. Já, true. Þetta er eitthvað hack the system. Það er þetta hackar systemið svo mikið en það er ekki eðlilegt, sko. Við erum að tala um einhverja ólæðilega hluti hérna, sko. Það er svolítið ekkert ólulegt, ekkert það svo ólulegt. Þetta er bara svona loopholes. Það er svo skrítið líka, í Bandaríkjunum, það er bara eitthvað svona hætta að snertast. Þú ert búin að snúa mér í svona 8 hringir. En það getur bara googlað og séð bara á netinu hvað allir er heima. Það er crazy, sko. Já, þetta var ekki hægt í útlöndum. Það er ekki hægt í Bandaríkjunum, sko. Það var líka bara break of privacy. Það er alveg hægt, skilur við, en það er bara miklu erfiðara. Við erum með svo mikið að gögnum á Íslandi og það er svo fáir. Það er líka bara svo óþægilegt líka, ef ykkur bara hata, ef ykkur bara fara hinn bara... Já, ert líka bara að reyna að finna hvað einhver, þú veist, heitir og þú veist kannski bara fyrsta nafnið og hvað hann er gamall. Þá getur þú bara fundið hann í Íslendingabók. Bara svona. Já, ég man alveg þegar maður var að tala um eitthvað stelpur og snátt þetta og eitthvað. Alveg? Eða þú veist, ég alveg bara svona,
þú veist, eitthvað maður Bara svona, þetta stelpa minnur? Nei, þú veist, maður hitti eitthvað stelpa eitthvað og svona, langar ekki þá bara svona, ok þú veist, það ekki mörg skrif sem það þarf að gera til að bara finna hann á Instagram með eitthvað svona rugl Já, varstu að fara á þjóðskrá bara Nei, ekki alveg sko, en þú veist, maður svona vissi fyrsta nafni eða eitthvað rugl Fattur og hvað á gömmunum mitt og þá er þetta bara 3 ára eða eitthvað og þá bara leitar þeim nöfnum og þá bara er þetta komið Ángríns Óli bara, já Ekki sem pröfa þetta Nice En betur, þannig að þú fækst bílpróf bara 17 þá, akkurat 17 Já, bara á afmælisdaginn minn sko Nú, ok Fyrstu það fyrir og þetta er að bíða Já, ég fekk hann okkur þegar fyrir viku eitthvað Það var umlegt ekki alveg viku Já, það var frekar Maður var bara svona Já, þú veist, ég er búin að ná þessu Ég var komið til síman og allt, það var bara svona grátt Já Og maður bara svona Jæja, þú veist, maður ekki fara að detta inn Ángríns Þegar maður veit að maður kann að keyra og allt og getur bara að fara eitthvað, þá bara svona, eða maður það ekki Þetta er þreytt sko, af hverju er þetta bara akkurat afmælisdagurinn Hvað skiptir nokkru dagar máli sko Varstu spennt? Ánægð? Með að fá bílpróf? Já, ekkert Fórstu strax hringinn og eitthvað, eins og ég Já, bara miðnætti, fór ég að sótti vinkunum mína og við keyrðum ekkert, það var brjála veður, ég var afmæli í mars sko og það var sko skafrenningur bara hérna í Reykjavík Það var hræðilegt, en það var bara fínt Ég gera nákvæmlega sama, ég bara beðið það klukka 12 og bara út Það var bara fyrst sem ég gerði Mér var sama, var rókstætt Ég var aldrei að telja niður mínúturnar, ég var bara 10, 9, 8 og svo bara snýri í líklunum þegar klukka 12 Ég bara þetta Eins og einhver myndi check Nei samt, ég var bara, þetta var eitthvað svona moment, ég veit ekki Fekk svona main character syndrome eitthvað svona Main character syndrome Varstu bara einn Já, og svona ég var að spila eitthvað tónlist og bara svona Þetta var sick, þetta er svona bíómyndaskot eitthvað svona rugl Þetta er alveg svona freedom sko Það var svona, ég man að það var ógeðslega skrítið bara að keyra á stað og það er enginn í bílnum maður er bara einn Og það maður alltaf var alltaf með mömmu sinni og pappa sko í bílnum Ég hugsaði bara, þetta er ekki safe sko Þetta er banna Maður er svona alls ekki nógu þroskar 17 ára til að Ándjóks Ég var náttúrulega, já Ég fór að brjóta lögin fljótt sko Ég var alltaf sko, því ég var svona 13-14 Það var alltaf bara, helvítis, að keyra hratt sko Ég er alltaf á móti öllum sem var að keyra hratt Svo er Óli bara, þegar hann fekk bíl Óli sko, þetta er svo fyndið út Þegar við vorum alltaf að fá bílpróf Þá var hann einmitt alveg svona bara alveg á móti bílum og bara ekkert bíla brókið eða eitthvað, ég myndi aldrei kaupa bíl og eitthvað Svo bara það fekk bíl, það var svona árið eftir að fyrst bílbróð eða ekki? Var það ekki árið eftir að fyrst bílbróð þegar þú keyptir bílinn? Jú. Það keypti sér Benz bíl og núna er hann að fara í bifvélavirkjan í Borgó og þú veist, þetta er svo fyndið hvað maður getur breyst á ári en sko, ég var alltaf fyndið gaman að keyra bíl sko ég var alveg þegar ég fekk bílpróf, þá var ég alveg að keyra hratt og vesinast sko og þú veist, ég er ekki ennþá komið fullnaðarskírteini út í ég fekk punkt síðasta sumar Loser ég hefði ekki verið búin fyrir fullnaðarskírteina því það var liðið ár en ég var bara eitthvað svona að ég gera það bara, þú veist, eftir smá bara ég er heistu ekki ennþá komið mitt sko og ég er ekki komin í punktið netti, það er að fara að gera það sko já, ángust án að fara punkt af því að ég þarf núna, þú veist, að bíða þá til í byrjan ágúst eitthvað til að með að taka líka bara án að rennur út í febrúar eða þá er ég búin að vera með 3 ár ég fekk bara strax sko Já, þú fórst alveg fljótt Ég er bara ekkert ekki neina Þetta er eitthvað svona, ég veit fara til sama gæja og þú veist, hann er á Selfossi og ég er í bænum og ég er bara svona og svo er ég alltaf að gera eitthvað þér á Selfossi og maður er svona Já Ég heyrði bara í honum Þetta er samt bara eitthvað, þú veist, hálftíma út eða eitthvað 40 mínútur eða eitthvað Varst ekki með Þorvaldi? Jú Bara mjög kósi Ég bara heyrði í honum og hann bara ég er busy og getur við komið 10 Svo mætti ég 10 kvöldi og hann var að tala 10 morgun en þú veist, hann var bara fínn með það því að hann var hvað sem þurfti að fara í eitthvað jarðarför kl. 10 þannig það gekk alveg vel sko þannig það bara en ég fekk ekki 5 af 5 ég fekk 4 af 5 Nú, hvað gerir þú villist? Hann sagði ég var eitthvað keyra og hratt sem er ekki rétt Jú, víst Nei, ég var að passa mig að keyra hægt og svo sagði hann eitthvað ég tók, þú veist, beiguna svona þú veist Já, þá ekki að já ég er alveg smá stressið sko ég held alltaf bara svona í stýrið því ég er bara hérna Er ég bara svona ógeðslega safe? Ég keyri aldrei hratt og er alltaf einhvern veginn svona Já, ég er að keyra ekkert rosalega hratt núna út af því að ég nenni ekki að fá annan punkt Ég er samt að vera stoppar á fucking lögginni sko Já, ég hef líka verið stoppar og það voru þegar ég var á 97 Þú veist, þetta var Hæ? Já, þetta var nei, þú veist, ég var á kannski 102 en það var sektin sagði 97 Já, 97, ég var ekki, þú veist, ég var að taka fram úr Já og svo var hann bara, það var svona hæð og svo fór ég þú veist, á 102 með eitthvað yfir hæðina og ég var nýbúinn að taka fram úr og þá bara, ég bara gaur Og gaf maður ekki sagt? Jú, hann gaf mér sagt 30 skalla eitthvað, maður bara fucking Já, ég borgaði, ég held að sagti mín hafi verið 80.000 Shit Og þú borgaði það ekki 80? Jú Fækist ekki afslátt? Jú, það var eitthvað 65 Var ekki 80 afslátturinn? Ég veit ekki Nei, já, ég veit ekki sko Og þetta er að fara inn í bílinn hjá löggunni? Nei, reyndar ekki, þetta var líka
ég var sko að keyra frá Ísafirði og ég var sko með smekk fullan bíl eftir drasli sko þetta var ólöglega mikið að dóti ég var sko með svona 7 viðvörunarljós í mælaborði og eina sem hann sagði við mig var bara þú þarft eiginlega að pumpa í dekkin hann hafði ekki sagt að mér svo mikið sko og hvað var það bílnum? Það var eitthvað vatnalekin í batteríið og ég var bara að keyra og þegar þú veist það var engin af vinkonum mínum var með bíl þannig að ég þurfti að keyra á mínum bíl og eitthvað djöfisvesen en ég er búin að fá mér nýjan bíl hann er enda líka bilaður ég lét laga hans á þetta daginn ok, ég lét skipta hjólalegu og gorm en nú er eitthvað fucking skrölt í bílnum og ég veit ekki hvað að gera ég nenni ekki að fara með henni í viðgerð ég bý á Kjalarnesi sko það er vesen það er langt í burtu Óli, þetta er ekki flókið þetta ferður fram í Mosó og það kom fram í Mosó þá er þetta þar hefur ekki séð hana þegar það bara eftir að fara í göngin þannig að bærin rétt að fara í göngin ef þú ert að keyra í göngin þá er svona bensínstöð hefur þú séð hana hún er hérna á vinstri hönd það er basic Kjalarnes býr mikið fólki hérna nei bara þú og bróðin bara ég sko nei þau eru svona byggja helling sko er sundlaug hérna? já, mjög lítil reyndar en já þau eru að byggja helling sko ef það er sundlaug þá er það líka þegar úrskurðum hvar Akranes segir það bara er sundlaugar það er á það sundlaugar það er ekki sundlaug það er important sko að hafa sundlaug sko en betur segðu mér hvernig bílar var þetta? Sko ok, fyrsti bíli minn Toyota Prius Elskar hvernig við fórum bara að tala bíla en skemmtilegt, þau eru einhvern veginn Uber í London það var Toyota Prius ég fór í Uber þegar ég var í Bandaríkjunum og það var alltaf Prius sko ég var Prius í Ítalíu núna það var sárt að þurfa bara hringi krókalóta hendunum sko af því að það kostaði eiginlega of mikið að gera við hann þannig að ég var bara hendur svo bara það var sárt sko, hann var búin að standa í götunni ég var búin að fá nýjan bíl síðan einn daginn kom ég heim bara farin og hvað, eitthvað bara 5 eða eitthvað hann eitthvað bara 5 ekki? Jú, nei, hann var enda að byrja að eyða svolítið miklu út af batterið var að skemma þegar hann var að leika vatnin í skilur þannig að hann var mikið hann setið að draga mikið eða svona eins og hann var ekkert afl í honum kannski nota mikið bensín já ég þekki ekki sko er þú ekki farið bílur ég held að það breytið engum máli sko já ok, en betur hvað svo fækst þér þetta var svona hvað, 2005? Nei, 2010 model þetta var 2005 model en nú er ég sko Chevrolet Spark já það er líka hybrid ekki? Nei, hann er ekki hybrid hvernig er hann? Ég er hann svo sem að kaupa með þannig þú veist að hann er fít sko, hann er bara hann er sjálfskiptur ekki? Nei, ég er á benskiptum okay, hann er bara svo kraftlítill sko já, en þú veist, en hann eyðir samt engu innanbæra neitt nei, hann eyðir rosa litlu sko þannig að mjög hagstætt fyrir mig að keyra hann á Kjalarnes skilur en eyðir hann ekki svolítið utanbæra samt þú veist, eins og ef ég myndi keyra Selfoss þá er ég keyra upp Kampan og eitthvað svona þú veist, þá eyðir hann glálega já, ég myndi keyrið á Selfossi helgina og hann eitt alveg ég var ekki að mæla sko það er kannski svona 4 tankur minn eyðir 4,2 yfir þinn er þetta mjög kraftig mikið sko hann bara, ég veit ekki akkur en bílinn er bara perfect með að eyða litlu sko já, ég veit ekki samt er hann alveg kraftmikill og bara ég er bara til að mynda eitthvað svona lítinn bíl sko bara svona sparka eða eitthvað já, það er alveg næs sko það er alltaf að leggja já, ég meina af því að þegar ég var á Priusnum, hann var alveg breiður og langur það var alveg smá veð sko, ég kerði alveg utan í svona tvisvar í alvörunni, það er bannað bakkað á okkur bíl og ég ert að fylla svona 3 tjónarskýrslur sko er það ekki þessina? Ég aldrei gert það nei já, mjög rétt sko líka vandræði, hlýtur það? já bara sorry, ég bakkað bílinn bara, já og líka þegar ég bakkaði hann á bíl sko þá eyðilegast bílinn minn meira hann bara svona brotnaði bara aftan og þetta var ekki eins og fast sko það sást ekki af hinum bílum Jesús, og hvernig var hinn bílinn dýr eða? ég manna ekki, ég held að það var eitthvað Hyundai eða eitthvað það eru geggja, svona 20 mínútur af bílatali búið saknar ekki samt skottsins, var ekki skott alveg fínt? Jú, shit maður, þegar ég var að fara í útilegur og útihátíðir og eitthvað í fyrra ég gat tróðið endalaust í hennan bíl ég var sko með 1,40 dínu í bílnum shit ég kom henni bara í skotti, ég rúlaði henni bara upp þannig að þú getur bara sofið í skottinu? ég hefði getað lagt sætið niður og gert það sko það er þetta mjög sniðugt það verður mjög næs ég var homeless, fáði Toyota Prius ég man eftir þegar Björn átti Passatinn þannig að Volkswagen Passat what? Ég man ekki að það mannst ekki gamla druslana sem að keypta 100.000 já, fyrsti bílinn það var Toyota það var einn bara skott sem bara var endalust maður bara svona, þú veist, ég skil ekki hvernig ég er svona stór skottið mitt núna er svona ángríns 1,50 af Prius já, bara eitthvað pínu svona, já fárlega lítið það er vesen þú veist, við fórum inn í þetta skott og lokum okkur inn í og sko, við vorum bara eitthvað hvað var þann bíl áttur? hann bara, við kennum hringin á honum já og svo bara þegar komin Selfoss þá bara hann
rétt svo dreifun og Selfoss áttir við bara svona fuck. Það fínt að það komst allavega heim. Við þurfum sko að pumpa hann svona basically nóði hann líf bara með því að íta bensíngjöfuna og snúa saman tíma þannig að myndi kveikja sér. Mér langar svo mikið að fara að kaupa druslur sko. Já, mér langar, þú veist það er ógeðslega Þú mynd gera það þegar þú byrjar í bifvélavirkjanum. Já, ég ætla að gera hann upp Ég er búinn að lowballa svo marga núna. Og svo ég sendi daginn, ég spurði svona 300 skall, hann var að selja hann á 480 á Facebook og svona spurði hvort það geta lækkað verð og svo kaupar hann ekki bíl. Ég er bara svona að sjá og hann sagði nei, aldrei, ég myndi fara í svona 360 eitthvað og svo sendi hann á mig seinna, herri, ég get farið 320 og svo fyndi að fólk sendi svona bara mánuði síðan. Já, það fær ekki tilboð. Já, maður er bara svona, nei, þetta hljómar illa núna sko. Nei, Andrés, ég hef ógeðslega gaman á svona druslum, sérstaklega ef maður myndi kaupa sér bara bíl á 100.000. Þú veist, þá myndi maður ekki nenni gera hann upp, eða þú veist, eitthvað svona, þú veist, ef maður myndi bíla, skilju, og viðkynni kostar kannski bara 200.000 næst í eitthvað, þá ertu bara svona, það er bara fuck it, eða þá hendi honum bara, skilju, þetta kostar bara 100 skall. Eða bara gera sjálfur. Já, eða bara reyna að gera sjálfur einhvern veginn. Ég er bara að laga bílinn, minn bíl núna, það er fyrsta sem, það var error núna í honum, fyrsta sinn einu ári. Það er bara svona ABS skinnari, þannig ég bara kitti hann og hann er á leiðinni og bara easy, bara svona tjakkar hann upp, tekur dekki af og svo skilur. Var þetta bara skinnarinn eða? Já, bara skinnarinn. Ég er búinn að láta lesa hann, Arnar las hann fyrir mig. Og ég hringdi Öskju, spurði svona hvað kostar þetta, þeir bara ekki 25 skall. Þá bara fór ég hann á fast parts og það kostar þetta 5 skall sko, þannig ekki kaupa af Öskju eitthvað svona sem bara er eitthvað drast sko. Er þetta ekki bara svona eins og kaupa lúxusvöru? Askja er svolítið svona stórt fyrirtæki. Það er náttúrulega bara plugg sko, bara snúra sko. Já, nei, ég segja Askja er svona stórt fyrirtæki, skilu. Þeir eru umboðið sko. Svona respected. Já, þú er bara að herra eða svona eftir að selja. Þetta er svona eins og Apple, eins og kaupa á China. En þú varst á kótiletinu, ekki? Jú, ég kíkti sko. Ég var bara í 24 tíma að redda mig með að það var allt uppselt. Ég var bara að setja á alla Facebook-grúpur. Ég var desperate út af því að allir í kringum mig voru að fara. Og loksins náði mig það. Ég var sko komin heim, satt í sófanum, var bara búin að gefast upp. Var eitthvað í símanum. Allt í henni bara, sendir ykkur kona á mig. Ég er með miða. Ég var bara, hvað viltu fá fyrir hann? Og hvað, borgaði það bílinn? Já, ég borgaði bara strax. Keyra Selfoss. Dundraði mér á Selfoss sko, náði með hann. Man ekkert rosa mikið frá kvöldinu, það er hann mál. Svaf í 2 tíma, keyrði í bæinn, beint í vinnuna. Ég var ekki ástændi til að keyra sko. Ekki? Takk að henni bílprófið núna. Heyrðu, ég á ekki verið að tala svona, ég á að vera fyrirmynd hérna. Já, það er fyrirmynd. Þú er fyrirmynd á öllu ræktatóðinu. Já, einu að segja allir íþróttamenn eiga að vera fyrirmynd sko. Nei, ég er að segja þú veist allir svona sem eru landslið og eitthvað eiga að vera fyrirmynd og svona. Já, ég á samt alveg að vera fyrirmynd sko. Ég er með sko ungan markkóp sko. Já. Þess að maður þarf alveg að setja svona smá fyrirmynd á Instagram og eitthvað TikTok og eitthvað eins og ég er með 1300 núna á TikTok. Það er maður bara svona, þú veist, það er samt flip-dótið mitt, það er samt bara að fokkast eitthvað. Já, en líka út í að það sjá þetta miklu fleiri heldur en ég er að followa. Já, en þú veist, samt er ég bara, þú veist, mér er alveg sama. En maður er ekkert eitthvað bara kýla einhvern inn á TikTok eitthvað, þú veist, eitthvað svona, eða drekka eða eitthvað inn á TikTok. Nei, ég myndi aldrei gera það, sko. Hvað er alltaf kýla einhvern? Maður sér ekki taka þetta eins og tala um að drekka, þú veist, á TikTok og þú veist, ég sé okkur svona YouTube-vídeó, nei, TikTok-vídeó svona af því, svona djömmum og eitthvað, þú veist, þetta myndi aldrei fara inn á síðuna mína einhvern veginn. Nei, alls ekki á mér heldur, allavega, þú veist, ekki á TikTok, þú veist, það myndi kannski slæta á Instagram. Já, story eitthvað. Já, þú veist, ég veit ekki. Þú er náttúrulega bara með 2 fellar á TikTokið, þannig. Ég er ekki á TikTok, sko, nei. Þú ert á TikTok? Já, jú, ég er búinn að horfa mjög mikið á TikTok. Þú er svona incognito á TikTok, ekki? Þú felur bara baku 2 fella og er bara humpið svona þar. Nei, þegar ég var á kótilettinni, það var svo margir sem kom upp með mér og bara, þú ert á TikTok, ég var bara, Þetta er einhvern veginn, þú ferðið 1000 followers. Já, þetta er farulegt, sko, þú veist. Og líka world class. Já, það var mest held í það, sko, en þú veist, ég gerir mér ekki grein fyrir að það er í alveg fólk að baka þetta. Fólk heitir svo skrýttin nöfnum á TikTok, ég veit ekki hver að horfa á mig. Þú veist, heita bara eitthvað ostaskeri eða eitthvað bara fáránlegt. Já, ég ekki. Svo er alltaf spurt mér svona, ég heiti þetta og ég bara, þú veist, ég veit ekkert. Já, ángríns, það er bara hvað fólk að followa mig og ég veit bara ekkert hverju þetta er. Það heita bara hvað followa nafni. Ég kommenta á þetta vídeo og ég fylgist ekki mikið með kommentunum mínum, sko. Alveg bara svona, ég þarf að vera duglegri í, sko, ég er alveg hræðilegur í, sko. Hefur þú fengið einhver hates eða hvað? Það var einu sinni var ég sko eitthvað TikTok að mér vera mössuð, I don't know og það var einhver sem kommentaði þú mynd aldrei eignast kærasta Burn. Er það, já,
En hann er búin að eyða því sko. Er hann búin að eyða því? Já, það var samt alveg svolítið langt síðan sko. Skamma sig bara. En byrju, í gamla dag, fyrir svona 20 árum, þá var ekki cool að vera messu, eða hvað? Ég veit það ekki. Nei. Þetta ekki eitthvað törnum fyrir strákur stundum? Jú, oft sko. Þeir fá minnumáttakend sko. Já, út af því sko. Ég held að það sé aðal út af því sko. Já. Ég held að það sé svona örugglega Færð þú minnumáttakend? Af mössuðum gælum? Já, bara einhverjum. Já, ég fæ alveg minnumáttakend að það sé massa gælur sko. Eða? Eru gælur miklu massa en þú bara í ræktinu líka? Eða þú bara... Alveg einhverjar skilur. Það? Já, ok. Þetta mér svo spes þegar fólk þú veist, eitthvað svona með minnumáttakend og þú veist, mér svo bara cool allir sé bara healthy eða eitthvað svona bara, þú veist, allir sé bara... Maður heldur svo mikið að fólk sé eitthvað að gegja mikið eitthvað að dæma mann og bera sér saman við einhvern, en það eru ángurs allir í ræktinni bara ógeðslega næs. Já, bara mjög næs og svo allir líka bara fókus á sjálfum sér. Já, nákvæmlega, og líka bara, þú veist, það eru allir til að hjálpa manni ef maður spyr eitthvað eða vantar spott eða bara eitthvað, já, það eru allir ógeðslega næs og til að hjálpa, sko. Það eru allir á samstæðana, allir að gera það saman. Allir að gera það saman, allir bara reyna að vera eitthvað meira healthy og eftir jólin eða eitthvað svona búið að éta mikið. Eftir jólin, það er sumar, sko. Já, þú veist, ekki vera að tala jólin strax. Jólin er sann svo geggir, sko. Ég væri samt alveg til í að það væri sem kaldara út í ræðina, það er ekkert aðeins hitninni. Þetta er, sko, svo eru við Íslendingar alltaf svona. Já, hvað er fokkin sólin? Við erum alltaf að kvarta, maður. Shit, hvað er eitt, maður? Ángríns, við erum alltaf að kvarta. Maður er bara, hvað er að ykkur? Getum við verið þakklátt fyrir neitt? Nei, það er ekki hægt. Íslendingar eru bara þunglindir og bara hata allt og eitthvað. Er ekki þetta að æfa úti í Vörglansi? Jú, það er útsvæði, sko. Núna er ég í Laugum, það er alltaf hellingi fólki úti, sko. Þetta að vera svona í Nauthólsvík, Nauthúsavík. Það ætti að vera svona eins og er í Las Vegas, svona Muscle Beach. Já, það er geggja næs. Nei, hvað er það? Það er Los Angeles. Los Angeles, minna, já. Jésús Kristus. Það væri í Nauthólshúsavík, þar sem í Las Vegas er svona Muscle Beach. Það væri geggja. Þetta var allt vitlaust. Það væri svona mjög nett, sko. Já, það væri mjög nett, sko. Væri þú bara mætt á? Já. Ég fór á Muscle Beach í Las Vegas. Í Las Vegas? Nei, í Los Angeles. Það rugglaði mig hana. Nei, það var klikkað að sjá þetta svona, og þá var einmitt alveg fullt af fólki bara að lifta og bara, og ég tók einhver uppbyggingur og hann sagði bara, gerðu 10. Ég bara, fuck. Já, það var einu sem þið gæði svona í Bandaríkjum sem kom til mér og svona eitthvað, já, gerðu meira. Ég bara, já maður. Hann hefði getað brotið með hendina bara með að koma svona. Það er svona ógeðslega gaman þegar fólk er að hvetja mann áfram sem það þekkir ekki neitt, sko. Nei. Ég fekk líka alveg svona, motivation boost, sko, þegar eitthvað útlendingur kom bara, já, 10, bara go. Gasta það? Þú veist, ég var búið með 10 eitthvað og bara, fuck, alveg, bara síðan bara að deyja. Fór hann ekki svona hjálpa? Þannig að vera, sko. Getur þú gert uppbyggingar? Ekki margar, sko. Ekki margar? Svona 5? Já, ekki svo leiðis. Ég er ekkert að æfa mig að gera uppbyggingar. Ef ég myndi að æfa mig það væri alveg fljótan að uppskilu, ég get alveg gert margar dýfur. Þú er svolítið í svona þungu liftingum, ekki? Alveg bara þannig að það sem ég er að segja á TikTok, ég bara óibast það, ég myndi aldrei geta að ég elska að lifta þungu, ég þarf að finna fyrir einhverju í þessu lífi, sko, ég finn það með að vera að deyja á því að lifta það er gott fyrir mann, að tala um þú ert eldri og liftir þungu, þá eru liðinir og vöðvanir, þú veist, halda betur utan um þig, þú veist, þannig að þú fer ekki bara í einhverju krumpu þú ert eldri. Já, segi það nú. Eins og þú. Herru, nei, ég meina, ég veit ekki, sko, vinur minn, hann er líka í svona, hann er bara, ég ætla að vera fucking massaður þegar hún er 60, skilur, en ég veit ekki, hann er bara að borða lifur og allt, sko, þú veist, hefur heyrt um það? Já, þú veist, hvað er hann á karnivóru eða? Nei, ég veit ekki, ég ætla bara kjöt. Eiginlega, sko, borða ekki sigur, sko, það er svona, þannig. Það getur ekki verið meira saman hvort ég sigur í drastlunum sem ég geti ekki, sko, svo lengi sem ég fæ ná prótein að það er sátt. Hvað er best af prótein? Hvar? Kjúklingabringur? Það fer bara eftir þú veist, hvað markmiðin eru, skilur, eins og, ok, ef ég verið að bölka, reyna að þyngjast, þá myndi ég borða prótein sem er með meira fitumagni, þú veist, eins og hakk, eða, þú veist, eitthvað svona lambakjöt eða eitthvað, af því þá eru fleiri kaloríur fyrir próteini, skilur við, þá svona kalorí-prótein ratio öðruvísi, en ef ég er að kötta, þá vil ég helst prótein sem er með lítið af fitu, skilur við, eins og kjúklingabringur, eða kalkunahakk, eða skinka, túnfiskur. Þannig að þú þetta mikið lambakjöt. Lambakjöt, maður, já. Já, eða lax, það er gott. Það er mikið fita í laxi.
Svo er sko hollur matur ógeðslega fucking góður. En það er fucking dýr, ertu ekki að grínast? En fucking dýr, en ef þú gerir hollan mat rétt, skilur, þá er þetta bara besti matur í fucking heimi, sko. Ángríns, sko, ég eyðir svo miklu peningi mat, það er ekki fyndið, sko. Nei. Ég bara, að kaupa prótein er ógeðslega dýrt. Þú veist, ég fer í búðina, labba út með, þú veist, eggjakvítur, kjúklingabringur, kalkunahakk og þú veist, kannski hrísgrjón. 15 skall. Já, ángríns, bara 15 skall. Þetta er farlegt, og kannski, þú veist, búin líka 5 monsterar. Búin líka bara Monster? Já. Ég held að drekka monster. Ertu ekki fyrirmynd? Nei. Orkudrykkir eru alltaf. Já, ég drekka. Það er bara koffín. Líka púðar, mjög gott. Nei, og það er ekki gott. Ég drekka óeðlilega mikið koffín, sko. Hvað ertu með Ég er búin að reyna að trappa mig niður, sko. Svona í vetur var ég að drekka kannski 2 kaffibolla á mótana. Síðan fekk ég með Monster, síðan fekk ég með pre-workout. Og ég fekk kannski 2 skeiðar af pre-workouti sem eru svona 600 mg koffíni, sko. Já, þannig að þú er bara komin í limitið strax bara með pre-workoutinu. Það er 400 á dag, eða sagt að það sé safe. Og þetta kallast healthy? Þú veist, já, ég er að reyna að trappa mig niður, sko. Þú veist, í dag er ég bara búin að fá mér 1 kaffibolla pre-workout, eina skeiða pre-workouti. Já, en svo er líka bara hvað ég getur mikið, sko, eða hvað borða mikið líka mótið, sko. Út af, sko, ef þú bara drekka koffín og eitthvað, þá er það fucking óholt, sko. En ef þú borða bara fucking mikið á mótið líka, þá er þetta svona, þú veist, það er allavega svona dempa niður koffinni, sko. Þetta hljómar sem verður bara svona gömul manneski, það voru gömul, það verður bara svona, where's my pre-workout? Nei, þú veist, ég held ándurs að þessi kynsla verður svolítið svona, þú veist, eins og gamla fólk kynsla með kaffi núna og eitthvað. Mér hlakkar ógeðslega mikið til að sjá gamalt fólk á okkar kynsla bara með Monster. Já, bara hvíta Monster á allir, sko. Það er bara, herru, ekki kíkja inn Monster til þín. Það er það fyrir kaffibolla. Nei, ég elska svona kaffi, sko. Kaffi er svo gott, sko. Ég veit ekki hvort ég sé Monster ok, ég reyna að hætta að drekka svona mikið Monster. Þú veist, ég var alveg að drekka Monster dag, en nú er ég að drekka hann svona kannski, þú veist, ég er að reyna að fá mér ekki Monster alla daga, sko. Monster er líka ógeðslega dýr. Já, hann var núna. Hann kostaði svona 180 kall eða eitthvað. Núna bara 206. Ég er bara næst í 300 kall, sko. Þetta er farlegt. Þetta er bara við búum fokkin Íslandi, sko. Já, og fokkin verðbólga. Og verðbólga bara uppi í bara... Hata þetta land. Heyrðu? Nei, ég elska þetta land. Já. Talandi hérna stalkarinn aðan, sko. Ég elska Ísland, það er auðvelt að stalka fólk. Já. Nei, ég finn alveg, þú veist, Ísland er samt bara uppáhaldslandið mitt í heimi. Við vorum talandi ég og Björn í gær. Þannig að við vorum í svona spurningkeppni hvort annan. Já. Fyrir hitt podcastið mitt. Já. Og ná, það var ég að spyrja hvað er... Nei, ekkert. Hvað? Nei, bara hárið það, ég ætla að taka. Vá, svona mommy material. Nei, ég bara sá það, ég bara... Nei, það var að tala um þetta, þú veist, núna var ég út á Ítalíu. Og þú veist, alveg bara geðveitt, bara var ég 5 daga þar. Það var 38 stegi hitti allan tíma, fucking heitt, sko. En og þú veist, bara geðveitt okkar, samt var alltaf bara svona djöðlur næst að komast heim. Alltaf ég fyrir út bara saman hvað ég lengi, það var bara fuck hvað ég hlagt til. Ángríns, ég var á Spáni í viku og ég var alveg spennt að komast heim, sko. Það var ógeðslega heitt. Það er bara, þú veist, það er alltaf, Ísland tekur mann alltaf bara svona og bara dreifur mann tilbaka, sko. Og fórstu í ströndina? Á ströndina? Já, tannaði eitthvað smá. Hvað eru áttir Spánar? Ertu svona típiskur Íslandíkur? Ég hef farið 3, sko. Ok, það er samt alveg bara lítið. Ég hef ekkert farið mikið til útlanda, sko. Nú. Þú veist, bara Íslandíkur. Já, ángríns, þú veist, þegar ég var yngri var ég bara að ferðast Ísland á sumrin, skilur. Ég var ekkert að fara til útlanda. Ísland samt, sko, Ísland að fara hringinn á sumrin á Íslandi eða eitthvað. Það er ógeðslega næs. Það er það skemmtilega sem getur gert. Það sem ég sakna, sko, við bara barnæsku mína er bara hvað, bara sumarið var svona skemmtilegu tími, maður bara hvað ferðast við landi, bara í útilegum út allt og eitthvað. Núna þarf maður svona að plana það sjálfur, það er ves. Ég er eitthvað fyrir útilega næstu helgi, og síðan eftir þar næstu helgi og síðan þjóðhátíð. Já, það er þjóðhátíð. Já, ég er að fara í eitthvað ammæli næstu helgi, síðan er ég að fara í Ögur, Ísafjarðardjúpi. Já, næs. Sama, hérna, þú veist, ég var að keyra þaðan þegar ég misti prófið, ég misti ekki Já, prófið þegar ég fekk punkt í fyrra. Skuttlæðinga, sko. Já. Þú voru að keyra prófalaus? Nei, já, þjóðhátíð, ég hef aldrei farið þangað, sko. Nei. Ekki heldur, ég er að fara í fyrstu. Ég verð Það er gaman. Mér langar alveg að checka á því einhvern tímann, sko. Ég held að það er gaman, sko. Já, það er örugglega mjög skemmtilegt. Bara stærsta partí bara Íslands. Já, mér finnst líka gott þjóðhátíðalagið, sko. Já, hjá MC. Já. Er það gott? Mjög gott, sko. Jú, það er mjög fínt. Ég get alveg ímyndað fólk í brekkunni svona, Já, halda vera utan svona, okkur annað og vera bara, já, alveg bara allir alveg mökkaðir, alveg bara, þú veist, það verður einhvern veginn svona, sko. Já. Bara byrja að snemma að drekka það? Byrja ég? Nei, það var alveg eftir ég fekk bílpróf, sko. Já. Þú veist, ég var alveg orðin 17. Það var bara það ég díl við mömmu, sko. Já, ég er þetta líka. Það var bara, ef þú drekkir og reykir ekki fyrir bílpróf, þá bara skal ég borga bílpróf. Já, það var sama með mér, en síðan var ég sko á húðlyfjum. Þú veist, ég byrjaði á þeim rétt árin var 17 og maður má ekki drekka þeim.
Þannig að ég þurfti að bíða í, þú veist, hálft ári viðbót eða eitthvað. Það sniðið. Svo bara fekk ég bílpróf og ég bara, nei, það var bara svona... Dastið það? Nei, þú veist, ég var aldrei bara eins og smakkað, þú veist, gósbjór eða neitt svona fyrir það eða eitthvað. Og svo fekk ég, þú veist, ég drekka ekki mikið sko, en þá byrjar maður svona að fá sér gósbjór eins og svona Smirnoff Ice og eitthvað. Það ógeðslega næs sko. Já, ég með, þú veist, þegar ég byrjaði að drekka og, þú veist, ok, ég drekka ekki eitthvað mjög oft, síðan svona var ég í kringu fólk sem var að djamma allar helgar og, þú veist, ég var alveg ofta að drekka, skilur, en núna er ég svona... Það er bara svona svolítið menning. Já, þetta er eiginlega bara það, sko, þetta er bara svona stemmingin, skilur, en núna er ég bara svona nenni ekki. Loka sem glugga, þetta er ógeðslega pyrrandi. Sure. Já. Og hvað, hefur það drukkið allt sem hægt að drekka? Ég hef drukkið... Ég á ekki að vera að tala svona hluti. Nei, hvað er það að tala þetta hérna? Ekki drekka, krakkar. Nei, ekki fyrir eru 18. Já, þannig þú fórst í blackout núna helgina? Nei, alls ekki. Þú veist, ég manlega eftir slatta á kvöldinu, en þú veist, það er svona að rifjast upp með hverjum deginn sem líður, skilur. Ég fór smá yfir að því að já, þú veist, ég var bara með eina hvítísflösku með mér sko, og svona botnfylli af gini. Já. En þú veist, ok, ég drakk hvítísflöskuna, síðan voru einhverju fleiri að gefa mig drykki, skilur, og gefa þér drykki? Þú veist, ég fór í eitthvað fyrirpartí og þar fékk ég eitthvað drykk og ég fékk over 2, ég ætlaði bara að fá 1. Þannig ég tók einn í chug, einn í chill. Já. Skilur. Og svo ekkert á tónleikunum? Og síðan, jú, ég fekk 1 drykk á tónleikunum. En síðan var ég svona, ég er að fara að vinna klukkan 9 fyrramáli, þetta er kannski ekki sniðugt og þetta var ekki sniðugt. Nei. Það er bara ekki sniðugt. Ég er bara guðslega fegin að ég sé með bílpróf right now. Það bara er ekki sniðugt að drekka sko. Nei, ángurs ég hata líka bara svona dagarnir eftir á eru bara ömulegir og líka bara... Ándjóks, það er alveg þannig sko, og ég man líka síðast að drakk það var á Akureyri í úrskurði hjá kærastunni minni. Já. Og við fórum svo á tjaldsvæði og við fórum svona undir svona foss með andlita okkar og svona onni vatna okkar. Það er gaman. Vá, komið langur að gera það. Og bara það sem að sóperaði upp eða bara svona, þú veist, ég var alveg með svona æltilfinning í maðurum allt bara svona, og það var bara svona, og það er bara að drakka svona gósbjór og okkar, þetta er ógeðslegt sko, svo mikið sykur og okkar. Svo bara fórum við vatna onni og bara svona eiginlega bara hellti yfir vatna okkar og ég bara svona, fuck, þetta var gott, og það bara sóperast ég alveg upp og bara svona geðveikt. Mér langar að þanga núna. Mér langar að hoppa, já, núna langar maður að hoppa hún í foss. Já, hefur gett það? Já. Það er fárlega heitna sko, ég er að svitna sko. Já, þetta er alveg svakalegt sko. Ég er líka svittur. Mér átti svona blæðing. Við erum bara svolítið svona í hotjóka, bara eins og... No jokes. Þetta er sko, tegja á... Já, það er svolítið ekkert gott að þið er að brenna alltaf mikið að vera svona miklum hita sko. Já. Og mikið, hvað mennur? Maður brennir... Sér þið hvað skinnið? Þetta er allt bara að gerast núna. No skinny shaming. Nei, samt, hvað ætlaði að segja? Ég veit það ekki. Já, talandi kótirættina. Já. Og djam. Alltaf þegar ég er á djamminu. Svitnar þau? Nei, hvað það segja? Ég enda alltaf á að fór í arbeiðkefni. Já. Ég veit ekki hvað er að mér. Ég á við vandamál að stríða. Hvað, 50? Hvað getur þú gert margar? Já, ég fór í arbeiðkefni á kótilætinni, áður en við fórum á kótilætina. Ég vann gæjan, sko. Ég gerði 54. Damn, shit. Ég var að berjast fyrir lífi minni í síðust arbeiðanum, sko. Ég var bara skjálfandi. Shit, maður, og líka alveg vel í því, skilur við það. Ef ég væri edrú, þá myndi ég örugglega ekki ná að gera svona marga því að ég væri ómikið að pæla, sko. Ég er bara að gera. Já, maður fær alveg einhver svona ekstra boost, sko. Við vorum einmitt að tala um hann þegar við ætlum að gera hann á ræktavloggi kannski. Já. Það var Óli bara eitthvað, hún er örugglega bara rúst ykkur öllu, ég bara eitthvað, ég get örugglega unnið í arbeiðkefni. Það er einu sæl. Nei. Já, ég er náttúrulega örugglega þyngri en þú, sko. Já. Ég er að íta meiri þyngd. Ég er líka að reyna að gera 100 arbeiðir dag alltaf, þannig ég er alveg ekki straight, sko. Jú, eða svona, ég reyna að gera 50 og 50. Já. Þú getur unnið hana í uppbyggingum. Já, 100p. Ég get gert svona 5, 4. En svo fyrir við deadlift og ég lifti kannski bara 50 eitthvað. Hvað tekur í back? Ég tek bara 70 í back, sko. Það er samt. Ég er að fara að reyna að maxa. Ok, ég tók 10 vegna kraftlyftingaprogram og ég ætlaði hana 80 back eftir þetta program. Og ég var að taka back 4 sem í viku. Og ég var bara, damn, það er eins gott þessi backur skilir sér. Síðan fór ég að taka maxdag, þar sem ég var að maxa allt. Já. Og bara backurinn hreyfðist ekki. Ég var svo pirruð. Þannig að ég er búin að hvíla með þess núna. Ég ætla að taka back á annarkvæmst morgun eða hinn og ég ætla að reyna að maxa eitthvað, sko. Það ná meira en 70. Það er alveg margir gæðir sem eru skinny sem taka 100, sko. Já. Það er einhver svona
inner bara svona willpower eða þú veist eitthvað, ég held að við líka mikið að gera það bara þú veist bara líka bara keppniskap eða eitthvað bara svona alveg bara já líka bara sko hausina segir alltaf nei á undan líkamannum ég veit það ég líka, það ógeðslega að fyndið svona síðustu dagar sem ég er búinn að fara ræktina sem er svolítið langt síðan, síðast ég fór í ræktina þá ég er búinn að sjá svo mikið TikTok að það er alltaf bara svona heilnaði gefst upp eftir 20% já og þá er ég alltaf bara svona deyja og ég alltaf bara, ég get gert 20 viðbót já, eins og þegar ég var í þessari arbeigkeppni þannig ég var að fara að gefast upp eftir svona 20 arbeigur síðan gerði ég 54 sko það bara að segja heilun sem fokkin þegja og bara fokkin bara alltaf fram sko ángríns og tónlist hjálpa líka fokkin mikið já, ég er samt núna að reyna að hlusta ekki eins mikið á tónlist af því að ég var alltaf svona að láta tónlistina svo mikið svona bara ákveða hvernig æfingin mér myndi vera hvort það væri góð eða léleg æfing þannig að núna er ég svona að reyna að hlusta ekki á tónlist og vera bara ein með hugsunum mínum en ég er alltaf að hlusta á Sýru sko bara eitthvað öskra eyrna með sko techno og rock og eitthvað SoundCloud Sýru sko ég ætla að segja Sía Sía, ég er alltaf að hlusta ég er bara jammaður, ég líka nei, ef ég er svona að taka þungan dag skilur, ef ég er að taka fætur eða eitthvað svona dag þar sem ég langar að æla og gráta í ræktinni já, ég var að taka eitthvað æfingu síðustu viku og ég var bara, það voru allir að horfa með eins og ég væri bara eitthvað þau voru bara hvað að gerast og því að ég hljómaði eins og ég var að grenja af hverju? og því ég var næstu að grenja af hverju? betur hvað? og því ég var að gera það erfið æfingu af hverju? er þetta bara svona tilfinningar lost líka? bara svona já ángriðis, það er alveg þannig sko, ef þú vilt byggja upp vöðva og verður að gráta í rættinni nei, þá verður að, þú veist, æfa þú veist, þú verður að train til failure, skilur þú verður að gera nómur grepp til þess að þannig til þú kemst ekki aftur upp af því að þá ert að setja nógu mikið álag á vöðvan þá ert það svona, eða ekki ef við sá rétt einhvern veginn, þá ert það svona ríu vöðvan og þá recover hann stærri eða ekki svona já, þú veist, þá græðir hann aftur Ertu alltaf að hlusta á svona motivational talk by Arnold Schwarzenegger? Nei, á ég að sína ykkur hvað ég er að hlusta á já, spila smá en er þetta ekki alltaf, þú veist, einmitt, þú ert alltaf basically að meiða líkamanninn eða þú ert eiginlega basically að eyðileggja líkamanninn svo hann byggist upp stærri eða svona sterkari þú veist, ég þarf alltaf að trakka allt sem ég er að gera, skilur, hvað þyngd ég með og hvað sem mörg rep ég geri til þess að geta bætt mig í næstu viku, annarkvort gera þyngra eða fleiri rep, af því að, þú veist þú þarf alltaf að, maður þarf alltaf að, skilur ég ger alltaf sömu æfingar í hverju viku, þú veist, ég fyrir 4 sömu æfingu og mánudaginn ger ég þessa æfingu, þriðjudaginn ger ég þessa æfingu, fimmtudaginn þessa, föstudaginn þessa og ég ger alltaf sömu æfinguna, alltaf í nákvæmlega sömu röð, nákvæmlega sömu tæki, þarf alltaf að gera eins, þannig að ég geti, skilur alltaf við að bæta mig í æfingunni af því að líkaminn þarf að, þú veist, þekkja hreyfinguna til þess að geta bætt sig í henni, skilur þannig að ég setja á Sýru, eða? Já, ég hef alltaf bara svona farði fyrir utan þægindin, eða svona það er bara svona, þegar líkaminn segir stopp þá gerði allan 3 viðbót já, af því að þegar við erum byrjað að líða óþægilega það eru reppir sem skipta máli það er reppir sem skipta máli, já en, ok, sko, þetta er svona ok, ég er að eiga smá erfiðan dag ég er að taka Bulgarian split squats og ég er að fara að gráta og æla, þá þarf ég að setja okkur svona annars er ég kannski bara að hlusta á, þú veist, Birni Blas Rocka, Jópi þú veist, Daniel, eitthvað svona chill, ef ég er að taka, þú veist, bara efri líkama eitthvað, þótt að ég lífti alveg þungu í efri líkama, don't get me wrong ok, ég veit ekki hvað ég að setja á bara stöðið er þið tilbúinir? Já, tilbúin það er setja í mækina býta þess þetta er kona og svo bara ég setja nær mæknum ég skammast mín þetta er býtu já, þú kemur bara þetta er classic song hérna er ég svona að gera mig ready í að byrja og síðan byrja ég núna það kemur bara trap þetta er ógeðslegt, ég hata mig hvað er droppið? hérna? þetta er gott lag, þetta er geggjað já áhugavert síðan tekið mér heyrnartólun og það er allir bara já, bara hvað í fokkanum nei, þetta lag heitir líka sko come what? Nei, ég veit ekki eins og ég bjó ekki til hennan playlista sko ég geti aldrei til að þetta, bara aldrei bara út af, þú veist, út af tónlist er líka bara svo stór hluti af bara öllu sem ég gerir núna og bara fyrir heila minna og ég þarf alveg bara, ég er með bara lög fyrir þessa tilfinningar og þessa bara allt svona já, þetta er svona lögin fyrir þú veist, þetta svona, ég þarf að taka almennilega á því það er bara svona slökk á hausnum á mér þú veist, leið að þetta kemur í eyrun á mér þá bara
hætti ég að hugsa og ég bara geri. Ertu með svona overhead? Já. Overhead? Já. Ok. Það er alveg rauð. Ég næ ekki að æfa með það, ég skil ekki Já, ég er... Það er maður ekki að venjast þessu. Ég var miklu meira í svona að hlusta okkur svona, en ég er svona smá að færast af því, skilur. Mér er smá óþægilegt, ég fæ svona smá innlokunarkennd með stóru heyrnartól núna, maður langar bara að vera með AirPods og kannski bara hlusta okkur svona eitthvað chill. Podcast. Spyrni eitthvað. Getur ekki hlusta podcast bara? Þú veist, ég gæti alveg. Já. Ég gert það nokkur sem það er stundum alveg næs þegar þú ert kannski að gera bara kardió eða eitthvað. Ég held samt, já, ef ég er að gera kardió þá myndi ég setja podcast, en þú veist, ég þarf að vera í zóni, sko. Þú veist, ef ég kemst ekki í zón þá er þetta að fara að vera umlega æfing, sko. Þá er ég ekki að fara að ná að gera, þú veist, bæta mig í æfingunum og ég mun líða illa með sjálfa mig og ég mun hata mig. Er ræktin svona mikið eitthvað svona body dysmorphia, bara, ég er ekki nógu sterkur? Já, það er ömurlegt, sko. Ég skil ekki hvernig það er ömurlegt að vera í ræktinni. Er ekki að grínast, sko. Ég kannski er í ræktinni og ég er bara ég er so muscle right now. Síðan svona 2 mínútur seinna lít ég aftur í speilinu og ég er bara, ég er ógeðsleg. Ég er bara að líta út eins og ég sé bara ekki búin að vera að gera neitt síðasta árið. Og síðan bara lít ég aftur í speilinu og það er bara, damn, Alex Reddit. Skilur Aftur, þetta er bara heilin, sko. Þetta er ekkert, þú veist. Það er svo heitir. Sko, en verður aldrei bara ánægður? Drekka vatn. Hvenær verður ánægður? Nei, maður verður aldrei ánægður. Ekki? Sko, það er bara, kemur bara með því að fara ræktina, því að þú ferð, skilur, maður er að reyna að bæta sig, skilur, og maður er aldrei sátt með það sem maður er með, skilur. Maður er alltaf bara að reyna að bæta sig. Hvað viltu meira núna? Ég er bara... Er þetta ekki bara gott eða? Ok, suma daga vil ég vera stærri og vera bara ógeðslega, vera bara huge. Já. Suma daga er ég bara, af hverju er ég ekki bara skinny legend, skilur? Bara svo ég? Já. Af hverju er ég ekki bara skinny legend og er bara... Af hverju er þetta ekki bara ég? Þú veist, af hverju er ég ekki bara með stóran rass og engar hendur, skilur? Já, svona skinny skinka. Já. Ég geti pullað það, easy, sko. Ef þú er stelpbóli, þá er þú skinny skinka. Ég er með stretch marks á rassinum, sko. Það er út af þessum tímu með þennan gamlinginum, sko. Það var bara, herru, í dag ætla að gera nýjabeyr. Og svo fleira nýjabeyr. Maður bara, ok, þetta er alltaf lagi. Ekki gott, sko. Já, þú veist. Þetta er ekki gott, sko. Óli með óvenjulega stóran rass fyrir strák. Það er alveg stundum sem ég horf á hann. Það er samt mjög algengt að strákar eru bara með fárlega stóran rass, skil ekki. Það er gott. Ég er búin að vera að reyna alltaf stækka lærin á mér en ekki rassin, sko. Já, ég held að pælt í lærin. Lærin á mér eru bara, sko. Lærin á mér eru bara. Getur þú pröfðið vassmelónu? Hefur pröfað? Ég hef ekki pröfað, ég verði alveg að gera það. Sjöðan að nett maður. Þú ert að gefa mig content hugmyndir, sko. Já, content. Og svo bara næst pröfa bara að brjóta hausinu á okkur. Já. Markmið er að vera með skull crusher quads. Einhver getur það. Hefur ekki séð hana Brazilian, það er svona trainer, einhver kona, og hún er bara að misnota þessar konur. Hún er látaði bara æfa og þær eru bara nei, og hún er bara áfram. Crazy, maður bara ég veit ekki alveg hvað þú já, þannig verður æfingin sem við ætlum að taka. Það er ekki, mér langar andis svolítið á ég mun lyfta ykkur mér finnst nefnilega mjög fyndið út að ég veit sko að ég hef meira willpower en Óli og sérstaklega ef við myndum breyta sér einhverjum svona litla keppni þá get ég overstep þig og það er svo mikið kemskap er ég bennið þú í stigakeppni já en ég segi ef við myndum breyta keppni þá held ég ekki unnið já við tókum keppni daginn á stigavélinni já það er ekki keppni þú veist ef við myndum segja bara þú veist bara það er stigavélin er ekkert aðlega leðilegt tæki ég elskar stigavélina er ekkert annað já það er ógeðslega leðilegt tæki ég tek alltaf sko 5 mínútur og ég er bara með líður sem búin að vera til 40 mínútur þá get ég unnið því að stigavélinni ok sko ég ævalega kardió skiluru en ég myndi freka bara kjósa þú er samt með ógeðslega leðilegt kardió ekki í stigavélinni nei nefnilega þú með ógeðslega þú veist ég get rústaðir í hlaupi Einar er með eitthvað gen hann hoppar eins og bara eitthvað motherfucker það getur verið þú veist ok maður er með mismunandi það eru mismunandi gerðir af vöðvaþráðum og þú veist þú getur bara verið með meira hlutfall svona sprengikraft svo vöðvaþráðum skilur eða úthals já ég er með sturlaðan sprengikraft alveg bara mökk mikið það er bara svona ákveð hlutfall sem einstaklingar eru með og það er bara í genum skilur hversu stórt hlutfall þú færð þú getur náttúrulega maður getur alveg breytt í smá skilur með því að æfa ef þú ert að æfa langhlaup þá verður þú væntanlega með aukast vöðvaþræðirnir sem eru betri í þú veist úthaldi en samt þú veist ef einhver fæðist með betri svoleiðis gen þá er hann alltaf að fara að vera betri en þú í hlaupum þetta er alveg með svo perranda þú veist ég nýtti þetta ekki nóg þegar ég var í íþróttum sko alveg svona þú veist ég var bara markmann í handbolta eitthvað rugli og ég var með svo mikla svona eins og stökkkraftinn og með traðan ég hleyp fucking hratt og svo var ég bara svona daginn var ég bara hvað
var ég að gera því á yngri? Af hverju var ég í marki, eða þú veist, af hverju var ég í marki handbolta? Af hverju var ég ekki fokkin frjálsum með eitthvað svona sem ég hefði getað bara svona það nýtaði svona með, sko. Já, svo núna er ég, þú veist, hef ekki tími í íþróttir eða eitthvað, þú veist, hef bara tími í ræktina eða eitthvað sem ég get skipað sjálfur, skilur, ekki, þú veist, ég get ekki að fasta tíma fyrir það er bara flókið. Varstu í íþróttum eða? Fótbolta? Þú veist, nei, ég var handbolta? Voru ekki allir í fótbolta? Nei, ég var bara Skagað, sko, það er ekki handbolta þar. Og hvað betur Ég heldur ekki alveg að vera góð í handbolta, sko, en ég er enda rosalega léleg í boltaíþróttum. Allt sem tekist bolta. Getur þú kastað bolta? Sökka. Getur þú léleg að kasta? Ég get alveg kastað. Grípur þú bara eitthvað? Nei, ekki alveg þannig, sko, en ég bara er ekki góð í boltaíþróttum. Eða bara svona, ég er ekkert mjög góð í íþróttum yfir höfuð. Þú veist, ég byrjaði í sundi þegar bara mjög lítil. Hætti því, fór í box í smástund, þú veist, ég var svona 6 ára eða eitthvað í boxi. Varstu góð það? Öll fjöllan var í boxi, nei, þú veist, ég fekk ekkert að boxa, ég var svo lítil. Hvað varstu það að gera? Ég var bara eitthvað, þú veist, ok, ég var alveg að boxa boxpúða og eitthvað. Ég á allt boxdrast heima. Ertu góð að boxa? Nei, ég var svo ung. Það er komið í vörklass, svona box. Já, ég fór um daginn. Ég var eitthvað í auglýsingu fyrir Varstu góð það? Þau alltaf sögðu við mig, þau sögðu mig, það sést að þú hefur kýlt aður. Ég var bara, ég var 6 ára, ég man ekki hvernig að gera það. Já, sko, því á 6 ára, það var ég kíló fyrir. Ég var í gúlækinu, sko. Já, síðan fór ég sko í fimleika í smástund. Síðan hætti ég, held ég að æfa og síðan fór ég aftur í fimleika þegar ég var í svona 7. bekk eitthvað. Og ég var miklu lélegra en allar stelpunar í fimleikum og þar var náttúrulega búin að æfa síðan voru 6 ára eitthvað. Þannig að ég hætti. Þannig þú fannst þig aldrei svona í íþróttum? Nei, fyrir en ég fór síðan þegar eftir, ok, þú veist, þegar ég fór þarna í seinna skipti í fimleika þá var ég alltaf eitthvað slösuð. Mér var alltaf illt í bakinu og illt í hnjánum, þú veist, ég var mjög mikið svona hnévandamál þegar ég var lítil. Það fimleikafólk, það er alltaf bara eyðileggja þessu líkamann, sko. Nei, já, maður gerir það í öllum íþróttum. Það getur ekki verið gott fyrir manna, ok, jú, það er alveg gott fyrir liðina og eitthvað svona upp að vissu marki að vera með, þú veist, 140 kíló á bakinu, skilur. Ertu að gera það? Já, 130. Það er ekki gott, held ég. Jú, það er gott. Þú getur að slasa, skilur. Þú getur að slasa, en þetta payer off þegar þú ert orðin eldri. Það er þannig. Þegar þú ert, skilur, þú ert búin að allir liðinni verða bara miklu betri. Bara þegar þú ert orðin eldri og líkamann byrja að gefa sig, þá heldur þú út miklu meiri þoli í þessum vöðum út að þeir eru búin að venjast, skilur, álæginu, sko. Og svo fyndi þetta lið sem er alltaf í ræktinni. En svo fór sem, sko, overdúa og það fokkast upp, sko. En bæði, ef þú svona perfectly healthy, alltaf í ræktinu og eitthvað, svo lappar bara yfir götuna og bíl keira á þig. Já, þetta er bara eins og með allt í lífinu, bara saman hvað gerir þetta. Gerir ekkert að því gert? Nei, mér finnst bara svo fyndi alltaf svona healthy fólki og svo bara ekki að deyra á COVID. Það er þetta ógeðslega fyndi. Það er bara allt fólk sem er bara, þú veist, ára kannski með nokkur systkin og þau eru búin að lifa mjög mismunandi lífi, bara einhver var bara reykjandi allt sitt líf, einhver alkoholisti, einhver bara fullkomlega healthy og það er alltaf þessi healthy einstaklingur sem deyr úr einhverjum skrýtnum aðstæðum fyrst. Var ekki þessi gæna sem alltaf þarna og svo gera hana æðarnar hérna eitthvað? Nei. Ripple effect. Er ekki að sjá hann eitthvað? Nei. Hann var að deyja allan daginn. Já, hann að TikTok-gæðin. Það er náttúrulega bara eitthvað steroid og segja eitthvað. Já, en hann fekk eitthvað, hann fekk svona blood clot. Já, út af sterum. Já, út af steranókun. Þessar sterur eru bara er mikið sterum í Íslandi, veistu það? Já, ég get hringt símtæl núna og fengið sterum. Ertu ekki búin að sjá þetta hana göttustrákar? Já, göttustrákar, þeir eru langs bara að hringja. Þeir hringdu og hann bara, já, ég er með þetta og þetta, þú veist, þetta er endurist. Skellum okkar smá stera. Ég myndi aldrei pumpa mér stera nema að væri með lækna láði, sko. Ég myndi aldrei semst það. Tekka Liver King hérna. Já, hann er líka 100% að nota stera, sko. Maður sé geti, það var hann að expósa hann. Já, hann var að expósa það. Það var $11,000 á mánuði, sko. Já, þú veist. Crazy. Shit, þetta stera líka ógeðslega dýri, sko. Ég sá eitthvað vídeo okkur gæja sem var bara, nei, ég sá eitthvað vídeo okkur gæja sem var bara að fara yfir, þú veist, hann var að fara að keppa eitthvað. Hann var bara að fara yfir hvað hann er að taka og hversu mikið þetta kostar hann á mánuði. Þetta var fárlega dýrt. Já, þetta er það sem við talum á meðan að þú veist, þú lítur speil og halda líkamann og... Já, og maður sér líka alltaf fólk sem er bara... Já, þú sér líka svo fljótt með sterum, þá sér fljótana og fólk vil alltaf shortcut. Það vil alltaf shortcut í öllu. Og þú veist, það bara svona sé fljótana áragur og þá bara, ok, nice. En það er ekki alveg shortcut, er það ekki að því að þú veist, þú getur ekki orðið svona stór nema að nota stera, skilur. Nei, þú veist, þú getur alveg. Er það? Já. Þú veist, það er alveg nokkur case sem eru nokkur svona, sko. Þú veist, eins og það eru 3 gæðir sem fylgjast með TikTok sem eru bara, þeir eru fucking stórir en þeir eru ekki stórir, sko. En það er líka bara málið, þá er þetta bara lífið þeirra. Já, þeir eru kannski bara ekki einu svona í vinnu, skilur. Eru stelpur? Nóta stelpur stera? Já, er það? Það er fárlega mikið stelpur sem þetta stera. Það er ekki grínast. Sko á Íslandi?
Já, á Íslandi alveg líka sko. En eins og bara, þú veist, líka ástæða fyrir maður svona alltaf ósáttur með sjálf sig og þegar þú veist, eins og ég sé ógeðslega mikið, þú veist, eðlilega eins og bara for you page mitt, bara fullt af gælum sem eru geggjamassaðar og þú veist, þær eru kannski bara allar bullandi styrum og ég bara alltaf bera mig saman með eitthvað stelpur sem eru bara þetta er bara óraunhæft. Það getur maður ekki séð á þeim. Nei, þú veist, ef ég myndi bara taka anavar til dæmis, þá myndi ég vera bara, þú veist, shredded, skilur, ég væri ekkert að fara að vera bara hérna með djúpa rödd og koma með skeggrót, sko. Það er vesen fór djúpa rödd eða ekki, ef kona. Jú. Smá vandrætt, bara, ég ekki styrum, sko. Það verður bara að tala aftur hvað að bara fyrir einstaklingsbundi. Já, ég vil ekki ímynda með hversu djúpa rödd ég myndi fá, sko, því ég ekkert með mjög háa rödd nú þegar, sko. Ég veit ekki, sko. Ég veit ekkert svona djúpa rödd og háa rödd. Og svo að strákur fara ekki eistun, þeir bara hverfa. Jú, það er svolítið, sko. Þeir þurfu ekki að prodúsa, hvað var það? Testosterón. Já. Það er crazy, sko. Þau kom ekki aftur. Ég heyrði daginn, þú veist, að ef þú ert með mikið hár líkamann þá er þau greinlega með mikið testosterón. Það er mikið sens. Og líka missur hárið, trúlega. Já, ég held að ég var sköldur, sko. Eins og bara þetta er að fara sko, maður finna. Nei, ég er andast með alveg þunnt hár sko og þú veist, þú fæðir strax bara bringuna hérna og ég var að sína það, þú veist, ég kom með hár hér ógeðslegt sko. Og tengi minnst sko, ég er með svo fucking þykkt hár sko. Ég er með hár fyrir svona 7 manns og sjá hvað það stóð snúið. Já, vá. Ég er búin að reyna að gera eins lítinn og hægt sko, þetta er bara ég hef stórt á hausinn á mér. Nei, þú veist, en svo er líka talað um það sem líka bara, þú veist, það er gott held ég að sem mikið testosterón. Upp á hvað? Bara upp á þú veist bara þú líka orðin eldri. Já, þegar þú orðin eldri þá minnkar testosterón framleiðsla. Það er mjög algengt að kalla sem eru þá þarf það að fara stera til að fá meiri svona læknastera skilur. Það er mjög algengt að kallar fái þú veist auka stera þegar orðin eldri. Og þetta á að vera eitthvað hættulegt ef það er með lítinn eitthvað svona það var eitthvað meiri líkur að þú fáir eitthvað og eitthvað svona rugl. Já. Ég er ekki læknir þannig ég ætla ekki að segja hvernig það virkar sko. Nei. Veistu hvað mikið sterum með? Nei, testan. Veit ég hvað er mikið? Það er ekkert, þú getur ekkert fengið að vita sko. Nei, þú getur ángurs ef þú fer til læknis og spyrð má ég fyrir blóðpröfu mig langar að vita hversu mikið testosterón í mér þau segja nei. Þú verður að fá ástæðu, þú mátt ekki bara en þið geta samt sagt við minnum að þú sést með mikið eða lítið sko. Já, þetta er fáránlegt samt sko hvað þar af hverju máttu ekki fara til læknis og fá að vita eitthvað heilsuna þína. Þú getur bara borgað eftir. Já, ef þú borgar þá ættir alveg að fá að nota þjónustuna skilurðu. Í staðinn fyrir að vera bara þurfa að fá okkur að hafa eitthvað ástæðu til þess að athuga eitthvað ákveðið. Ég bað hann ekki það nefnilega. Ég spurði tókstu testosterón líka. Já, ég fór í blóðpröfu að þeir alltaf líðið í mig. Hún tók ég ekki. Ertu með játskort? Ég veit ekki sko. Hann er með einhver sko. Ég veit ekki hvað. Hún sagði bara you're fine maður. Ég bara ok, cool. Ég nefndi ekki til læknis. Þetta var líka bara, já, ég þvingandi, það er svo mikið heilsugið sko. Ég þvingandi til læknis að fara til læknis og óþægilega. Þetta er ekki bara, þú stendur upp hratt á kannski bara, þú veist Já, ég þarf að fara að taka mér játn sko. Ég er bara mér svimar alltaf sko. Já. Ég er að hugsa sko, ég er sem að byrja bara að trýta eins og tannlæknir núna sko. Mér langar bara að byrja að fara bara svona eins og með bílinn líka bara að fara bara einu svona ári til læknis og bara fara bara í skoðun. Svo er ég með bílinn minn úti, ég ætla að checka á hana. Ef ég væri forvíkur, segjum við erum bara milljónamæringar morgun. Fyrst sem ég myndi gera var að ræða bara geðveikan einkalækni. Ég myndi bara fyrsta sem ég myndi gera. Já, ég myndi ekki gera þessu. Nei, ég sko. Þú með heilsugjöða? Nei. Ekki. Það er samt bara út af ég myndi heilsugjöðinu, þú veist, ég skil alveg að þið myndi ekki gera en ég myndi bara, ég væri til að hafa bara læknir sem ég get alltaf bara spurt, bara þú veist. Hey, systir mín, hún er bara læknir. Ég veit að það er sick. Ekki, sko. Alltaf Þórunn, en Býttu, var hann að komast inn núna? Já. Hvað heitir hún? Þórunn. Já. Kannski veit ekki, ég var í svo prófi sko. Já, gekk vel að? Nei. Ekki. Alltaf stefna þangað? En hvað læknar þú? Nei, ég held ekki. Ég held sér að hættu þið sko. Allar á læknir það? Ég myndi aldrei nefnir sko. Það var aðstæðast að prófi heimi sko. Já, þetta er fálegt próf. Nei, þetta var sko svona eiginlega skyndi ákvörðun. Ég ætti að tannlæknin sem var eitthvað bara tannlæknin? Já. Gaman á tönnum? En ég er eiginlega svona, ég veit ekki alveg hvað ég gera núna sko. Þú ert útskrifuð ekki? Jú, ég útskrifaðist 2019. Nei, 2019. 2021. Ég byrjaði með sko 2019. Já, þú fórst undan, ég bara, og ég er með. Þú náttúrulega fórst undan okkur. En betur, hvernig útskrifaðist þið? Í fyrra. Já. Er þetta flókið eða? Þú sagði 2001, eða ekki? 2002, sorry, Já. Heilin er með tölur. Já. Nei, þið gekk vel í starffræði, lítur þú? Jú. Fórst ekki diffrun og allt það? Diffrun, heildun. Á hvaða braut varstu? Og í hvaða skóla varstu? Ég var á líffræðibraut í Vestló. Líffræði? Hei, sko Vestló, ekki FG. Já, segðu ekki það. Hvað, eru Vestló góð skóli eða? Já, bara fýtt sko. Er þetta ekki ofmættur skóli? Sorry, ég bara veist, er þetta ekki... Ég var í besta árgangi fyrir sko upp á hana
Rjóman COVID að gera sko. COVID að Já, gera. nei, já Við lendum öll í Ég held þessu. að það var 04 krakkarnir. Já. Ég sko, jú, þú veist, það er alveg, þetta er fýtt skóli sko, fínt félagslíf og allt, en það er bara rosa erfitt að komast inn í það. Akkur Bara, ef þú ert ekki þekktur eiginlega, Já, þannig. bara ef þú ert ekki uppgötvaður bara fyrstu mánuðin á skólanum, þá ertu bara nobody, skilur. Nobody Já, og það er bara, og þú fer kannski í viðtal fyrir eitthvað nefnd eða reynir að komast inn í eitthvað og það er allir bara, nei, þú fer ekki að taka þessa gælu því að þú veist, það veit allir hver hún er. Hvað High School Musical dæmi er þetta? Jesus Ég er líka bara, Fórstu í svona viðtölu? ekki mörg. Bara hvað, ég ætla að komast í þessu nefnd því að ráða mig því að ég er geggjur. Ég fór örgulega svona 3 viðtöl sko, Þetta er óþægilegt það? Já, mjög. Hvað er að láta dansaði fyrir mig? Nei, þetta er bara mjög skrítið, þú veist, þetta er bara jafnaldræðinir og þeir eru bara, eins og ég sé að taka í starfsviðtal. Já. Svona bara, af hverju ættum við að velja þig en ekki einhvern annan? Þú veist, róaði þig. Slæg á maður. Það er bara, þú verður að fara í svona óvirknapróf. Af hverju, hvað græði því? Það sjá að þú sérst óvirk. Það er það afslátt í bónus? Já. Já, ég er svona óvirkur svona. Ekki með svona óvirkni kort. Óvirkni afslátt. Ég er svona óvirk. Ég tók 3-4 áfloka í Vestló. Já. Ég bjóst þetta myndi að vera svo erfitt, eitthvað prófin, ég er búin að heyra svo mikið af hlutum og svo var þetta bara alveg eins. Ég fekk held í 9 í sögu og ég horfði á nokkuð YouTube-vídeó og reynda að las bókina og pabbi hjálpaði mér, en já. En ég hata Nei, ég held sögu. að það sé nú bara frekar hefðbundið sko. Já, en hann var næst kennari. Hvað kennar Björn, hann heitir Björn. Var hann að kenna sögu? Peninga. Á fjármál? Já. Ég er náttúrulega ekki viðskiptabræð sko. Nei. Hann heitir Björn, hann kennir líka sögu, sant sko? En mann eitthvað heitir Björn eitthvað. Ekki vera mig, ég veit ekki hvað það er sko. Þau kannski viðtal við hann? Nei, kannski. Lögfræðingurinn? Já, lögfræðingurinn. Alltaf jakkvöldum? Já, hann heitir Björn Jón. Björn Jón. Já, held það. Björn Jón Guðmundsson. Ég veit sko, ég er með andlit á hann bara right here sko. Þú varst í tíma hjá hann? Björn Jón, nei, ekki. Nei. Þú þekkir hann samt. Já, hann var alltaf skjálata sko, jakkafötum og... Já, ég meir ekki saman Björn Jón, þetta er svo ömulegt podcast sko. Nei, fyrst var ég bara ekki að byrja allir jakkafötum minna, hvað er í gangi? Ég var bara ekki að what? Svo var engin annar jakkafötum. Nei. Ég ætla að segja allir það er jakkafötum og eitthvað næs, það verður svo fucking nett sko. Já. Nei, það voru samt alveg svona, þú veist, fancy Friday og eitthvað, það var allir bara ekki fínir. Vá. Það stemming sko. Já, það er gaman. Alltaf svona, við erum að taka myndir fyrir Vestlunarskólablaðið, allir eitthvað fínir á morgun. Já. Var yearbook? Okkur gerði ég þessa rödd? Ég veit ekki. Talaði eitthvað svona kennu? Ég bjóst því þessi marmari myndi vera eitthvað glæsilegt. Þetta er ekki snúr marmara, þetta er graníti sko. Já, ég held að það myndi vera eitthvað huge stæmi, en þetta var bara eitthvað, þetta er bara nokkar plötur. Þetta er bara hæð sko. Já, ég held að Vestló myndi vera meira grand sko. Nei. Hefur farið það? Nei. Nei, þú bara nei. Þú ert hérna við með það sem ég sé þá held ég myndi ekkert eitthvað. Nei, ég var einnig alltaf eitthvað höll sko, en svo var það ekki. Ég var í flottustu kirkju heimi bara í gær sko, eða í fyrir dag. Einar með kirkjubrís sko. Fórst inn og svona játaðir? Já, ég fór og... Þú játa syndir? Nei, ekki játa syndir, en þú veist, ég fór inn í svona svæði sem bara mátti ekki segja neitt og engar myndir og neitt, bara það bara byggði. Varstu bara íhuga að bara flytja ánga? Einar, ertu kirkjutjúka, ertu trúið? Nei, þú veist... Trúur himnaríki? Ég er alveg trúið, skilur. Heldur þessi himnaríki? Já, eða nei. Nei. Þú veist, ok, ég er kristin trúar, skilur, en ég er ekkert eitthvað, þú veist, ég er ekkert fyrir kirkju svona dögum, skilur. Nei, þú fermdist? Já, og þú veist, ég trúi alveg á, þú veist, einhvað æðra, skilur. Er það? Já, en það er 100%. Ég er ekki ímyndum mér eitthvað kalla á himnanum, skilur. Það er 100%. Ég er ekki ímyndum mér að það sé eitthvað kalla á himnanum að horfa á okkur og ákveða hvað þau að vera og eitthvað, bara, þú veist. Ég þarf vel núna að segja ég sé bara 100% trúur út að ég fekk blessu frá fokkin páfanum sko. Það var páfinn hann það? Já, hann gerði svona. Var páfinn hann það? Actual páfinn? Hann kom í gluggan og var svona. Já, ég ætla að komi hérna bara Einar. Þá var ég bara. Fórst í Vatíkanið? Já, var í Vatíkanið. Nei, hefði hann snert mig þá er ég bara í fréttum núna sko. Já, meina, ég var bara þannig bara. Já, þetta er alveg bara, þetta er frægasta manneskja bara í heimi sko. Hafði ekki séð mýmið með Donald Trump þarna, það sem situr svona hendina og páfinn gefur svona. Jú. Okki myndi. Jíl, Ef páfinn kemur hérna alveg uppi og gerir svona, þá bara fer í fréttir aldrei sko. Það er alveg bara, það er bara mesti heiður sem fengir sko. En þú veist, hann var hann uppi í glugganum og var alveg að tala við allt torgið og allt svona. Og tala hann latínu bara? Hann talaði fyrst svona ítölsku eða svona rómversku eitthvað og svo tók hann eitthvað svona ávarp á latnesku, eitthvað svona cool, nett dæmi.
Ég var alveg bara svona alveg bara þess, ég var bara að láta bara Jesus, Nei, ég bara svona þegar ég fór inn það var bara svona, ég ætla bara all in, sko. Þetta er bara, ég ætla bara, gauður, þetta er fucking sick, sko. Þetta var fucking nett. En þú veist, mér veist, þú veist, það er gott að trúa bara eitthvað, að það sé eitthvað annað til í þessum heimi, sko. En þú veist, ég er ekkert eitthvað að fara með bænir og eitthvað lengur. Skerði þegar ég var yngri, en góði guð. Give me money. Já, það er eina sem maður byrjar ekki penning. Give me good business opportunities. Ég byrði bara alltaf langt líf, sko. Langt líf? Já. Það var bara eina sem ég byrði sko. Já, ég hef aldrei byrðið það, sko. Einmitt örugglega brúta heilsuguðunum, sko. Þannig, já. Ég held bara að lifa til svona 80 ára, það var bara flottir, sko. Ég var að pæla, ef að spurja þig spurningar. Já, hendi spurningar, sko. En það? Herri, það er alveg 8 Ég lýsa sér fyrir svona hraðspurningar. Ég er svona að gera mig tilbúna. Og taka hraðspurningar? Ekki hraðspurningar. Fórstu Gettu betur, eða? Nei. Hver fór í Gettu betur? Vann Vestló einhvern veginn? Nei, við vorum vinkonum mér var í Gettu betur. Og þá voru í öðru sæti. Hver vann? Móti MR. Eða var það ekki MR? Það hlýtur það. Jú, MR vann. Er ekki MR alltaf að vinna þetta? Ekki alltaf. Flest. Skýtur samt. Ég held það. Eða kannski var það Flens. Nei, ég man ekki alveg. Allavega þau voru sæti. Herði, þá er það hérna. Hvar langar þig mest að búa? Hvar langar mig mest að búa? Sko, mér finnst það svo gott að búa í Íslandi. En mér langar það að ferðast eitthvað. Sko, í haust er ég að pæla að fara í smá reisu. Svona 2 mánuði. Fara til Asíu. Asíu? Já, bara að tjekka, skilu. Ég er bara að fara til Evrópu og Bandaríkjanna. Asíu nett, sko. Já. Planið er sko Dubai. Síðan fer ég til Bali mikið með Dubai, sko. Bali í surfkamp í viku. Síðan Singapore, Vietnam, Thailand og síðan heim. Verður að fara, sko. Ég farið til Dubai og Singapore núna. Dubai klikkuð upp á svona að sjá framtíðar eitthvað svona dót. Og Singapore er svo bara fucking hrein borg. Eða bara svona, það er bara svo stranga reglur hana. Og bara þetta er fucking cool að sjá menninguna hana. Það er bara sturla, sko. Já, en ef ég svara spurningunni, þá langar mér smá að fara til, þú veist, Svíþjóð eitthvað. Búa þar? Já, ég var til að testa. Ég hef reyndar aldrei farað eitthvað, sko. Nei. En mér langar líka smá að fara til Frakklands. Ég ætlaði að flytja til Frakklands í fyrra. Ég ætlaði til Frakklands í fyrra sem au pair. Til að við. Akkur? Því að ég á bara eitthvað, ég þarf að vinna, ég á pening, skilur við. Fara ekki pening fyrir að vera au pair? Þetta er ekkert vel borgað, sko. 50 skall. Bara til að geta, þú veist, keypt þér eitthvað sem ég langar í, skilur við. Frakkland, já. Ég held, já. Ég myndi fara eitthvað. Ég ætla alltaf að búa í Íslandi, allavega, sko. Ég nenni ekki að flytja neitt annað. En ef ég myndi þurfa að fara í háskóla eða eitthvað, þá var örugglega Svíþjóð, sko. Já, það er alveg sama hjá mér. Mér langar svolítið að fara í háskóla í Svíþjóð. Mér langar í háskóla í Írlandi. Já. Írlandi? Já. Vá. Það skiptir hann. Cheap. They pay for the school. Já, true. Er það? En er ekki, þú gast líka að fara til Kanada, ekki? Bara hvað sem er Ég var alveg til að fara til Kanada. Nei, hvað sem er fucking heiminum. Hvað sem er heiminum. Það er örugglega næst að fara til Kanada. Já. Er það til Kanada? Nei. Ég hef bara aldrei farið þangað. Skíði er fucking næst í Kanada. Þeir eru með stærsta skíðasvæði bara mjög, ekki stærsta. Þeir eru með mjög stórt skíðasvæði svona sem er lýst upp á kvöldin. Þannig það er mjög næst. Svona stór tré og svona. Hefur farið frisbeegolf eða? Já. Það er frisbeegolf. Hvað átti það? Nei, ég var stundum að fara með einu vinnu mínum. Já. Hann var mjög mikið í fólfi, sko. Hann er alveg með svona tösku, skilur, sem hann er með flokka diska og skilur alveg hérna. Við erum komin þangað núna, sko. Ég þarf alveg að fara að heyri honum aftur, sko, að fara með honum í frisbeegolf. Heitir hann Blær? Nei, hann er Egill. Blær. Það segja að væri bara vinniður Blær, sko. Það er best á Íslandi, sko. Atvinnum maður í fólfi. Allar í þess að reysu eina? Sko, mér langar alveg að fá okkur með mér, en ég þarf bara ég auglýsi hér með einhverjum til þess að koma með mér í reysu. Mér langar nefnilega svolítið, sko, núna er ég búin að vera að fara með svona grúppu, svona fjölskyldugrúppu út um eitthvað. Það er bara einn? Mér langar mjög mikið bara að taka 2 mánuði einhvers staðar sem ég bara svona eyði Instagram og bara öllu svona einhvern veginn. Já, mér finnst þetta mjög næs að vera einn, sko, þannig að það væri ekkert vandamál að fara í reysu einn. Mér finnst mjög, já, mér líka það er alveg næsand að vera með svona smá security net, skilur. Security? Bara vera með eitthvað. Ég ekki lamið eitthvað bara. Ég myndi eiga security, en ég er að tala bara svona alltaf næs að vera með einhverjum vinum sínum, skilur. Ok, já, ég skil. Næsta. Hver er þinn biggest homie? Hver er my biggest homie? Ég held ég veit hvað þetta er, sko. Það stendur hérna. Var einhverja vinnu mínum að spyrja þessu? Já. Það er ekki vinnu minn. Ég segja hvað hann heitir það? Já. Egill Orri. Það er frisbeegolfgæinn? Já, ég er með. Ok, Egill er my biggest homie, skilur. Homie. Hann er svona homie.
Nei, ég á marga homies. Ok. Eða þú veist. Þannig hann your biggest homie. Við skulum bara segja það hérna fyrir hann. Big dude, hann góður í fólfið það? Ég held að segja ágættur í fólfið, sko. Ok. Það er svo langt sín í fólfið hann fólf. Þannig hann á pari, undir pari? Ekki hugmynd. Nei, ok. Ég á parið undir, ok, hvað tekur hún í dead? 140. Nú, ok. Pounds, ekki kíló. Já, pounds. Nei, 140 dem. Það bara eins og, meira 2 ég, sko. Hvað heldur að við getum ég hef aldrei pröfað maximum í dead. Ekki pröfað dead, sko. Það er alveg smá hættulegt, sko. Ég veit að ég pröfaði einu svo deadlift og það var alveg 50 kíló held ég. Ég mitti mig í bakinu síðustu viku þegar ég var sko að taka Romanian deadlift. Þú veist, þá fyrir maður ekki alveg niður. Og ég var svona ég var í botnstöðu og ég bara, fuck, sleppti lóðunum og ég var bara, shit, ég verð átt núna í nokkra mánuði, sko. En ég er góð núna. It's fine. Þetta ekki alltaf með belti? Jú. SBD belti, sko. Það er það dýrt. Hvað þýðir það? Það er bara fyrirtæki, skilur við. SPD. Ert þú samt ekki Þóra númer 2? Var Þóra Ólafs að spyrja þessu? Það gæti verið. Nei, sko, ok, ég ætla bara að segja, sjátt á Þóri, sko. Ok. Hún er meistari, hún er ástæðan fyrir að ég er í Work Class TikTokum og eitthvað, sko. Nú? Work Class og hávæslun og allt. Hún er nefnilega, hún er á Swipe og er að gera vídeóin og þú veist, hún var eitthvað að gera vídeó í hávæslun hjá mér í vinnunni. Já. Og var eitthvað bara að fá mig til þess að vera í vídeónum. Síðan fór hún bara að heyri mér, bara ég er að gera, þú veist, fyrir Work Class, viltu vera með, skilur. Þannig að ég var bara fórnarlambið. Og það haldi allir við sem sammanneskjan og við heitum báða Þóra. Já. En hún er Þóran á baku myndaðilinu og ég er Þóran í myndaðilinu, skilur. Þannig erum ekki sammanneskjan. Nice. En hún er að vinna fyrir Swipe núna? Já, hún er samt að hætta, sko. Ok. Hann fór frá Swipe, hann mestari Nökkvi fjallar. En ég held hann sé ennþá, sko, hann á ennþá fyrirtæki, heldur, sko. Þetta var eitthvað, sko, hann á Swipe úti eða eitthvað. Já, passar. Og einhver annar á Swipe í Íslandi. Þetta er eitthvað svona rugl. Finnst þið gaman að taka upp svona TikTok media? Já, bara mér finnst, sko. Ég er enda bara, ég fer í eitthvað svona trans þegar hún er komið myndalinn á mig. Ég fer bara að gera eitthvað rugl og síðan bara postar hún einhverju og ég síðan sé þetta vídeo og ég bara, hvað er að gera? Af hverju er ég að haga mér eins og fíbl? Þannig, ertu með grímið það? Það er að segja það? Maður, þú veist, ef maður ekki alltaf með smá svona, maður er smá extra myndað, skilur. Hvenær veit maður, hvenær er maður ekki með grímu? Ok, já, nákvæmlega. Hvar veit maður hvað skilin eru, sko? Ég veit það, hver er ég? Who knows? Já, ángríns, en ég er samt, já, hvað sagði? Ég er hættur að vera með grímið en á 2 fellar, sko. Ég veit það ekki, trúlega ekki, ég veit það ekki. Ég fann alveg svona fyrst eins og því ég horfa á gömul viðtölu og þá var ég alveg með svona grímu á mér, sko. Og líka því að núna TikTok er mér, þá er ég með grímu og eitthvað. En þú veist, núna er ég bara chillaður, sko. Já, ég sko, þú veist, ok, maður verður alltaf smá meira hyped, skilur við. Já, maður þarf að gera það. En ég er samt alveg oft líka svona heima á mér, bara ógeðslega ofvirk. Já. En það er alltaf leið. En hvenær byrjað þú samt að posta sjálf? Af hverju? Ég veit ekki eins og ég byrjaði, sko, var eitthvað svona smá bara að posta svona síðasta sumar, þá byrjaði ég að taka upp eitthvað vídeo í ræktinni, eitthvað svona ógeðslega lélegt og því þarf ekki að stilla upp símanum mínum og eitthvað svona setja hann eitthvað starf á bak, eitthvað bara út í horn. Og þú veist, ég fekk alveg ágætlega mörg like og eitthvað og síðan svona hætti það eiginlega og síðan bara núna nýlega ákvað ég bara, þú veist, mér finnst gaman að gera vídeo, þú veist, ég hef gaman að því og það, já, þannig ég ákvað bara eitthvað byrja að taka eitthvað upp, sko. En ég er ekkert endilega með eitthvað að saka markmið með hennan TikTok-account, sko. Nei. Bara hend út og fá views og likes og cool. Og vonandi bara að hjálpa það einhverjum, skilur. Inspiration. Já, þú veist, það er alveg hellingar svona frekar ungum stelpum sem er að fylgjast með mér. Þannig að mér finnst alveg fínt, sko. Gefa þeim smá inspo. Og bara svona motivation. Skoður TikTok sjálf mikið eða? Mjög mikið. Mjög mikið? Allt of mikið? Hvað er bara 3 tímar á dag? 3 tímar á dag, örugglega meira, sko. Nei, allt ekki að því. Ok, þetta er alveg svona, ég fer upp í rúm kannski klukkan 9, fer að sofa 11 og ég er bara TikTok. Bro. Það gerðist eitthvað þennan mánuði. Maður sjá betur, Það gerðist. Pull up, maður sjá betur. Ég er hérna með, hvað er það þessi drast? Ég ætla að segja minna reyndar út yfir Róm núna. Kíktu á bara vikuna undan það. Undan því. Hvað er þetta aftur hérna? Tjóðir blindur allt í einu. Screen time. Já, ég finn það ekki heldur. Herru, daily average 3 hours, bara í símanum. Daily average 5. Bara í símanum? Já. Ég er í svona, sko, daily average mitt í símanum er sko 7 tímar. Hvað er mikið í dag? Sko, ég var í 16 tíma á TikTok í síðustu viku.
Ég er búin að 1 tíma í dag. Bara 16? Ég er bara búin að vera í 2 tíma í símanum í dag. So, daily average week, 3 hours, 21 minutes. Damn, Álitul, Ef að tjekka þetta á sunnudaginn, þegar ég var að vinna á sambíli, var nýbúin á kótilettunni, þá var ég sko já, ég er að vinna á 2 stöðum sko. 2 sambílum? Nei, ég er að vinna á sambíli og svo Háveslun. Já, ég er að vinna á 2 sambílum, það er mjög gaman. Einn á Selfossi, einn í Hafnarfirði. Kannski eftir að vinna með frængu minni í Hafnarfirði. Hvað heitir hún? Þetta er Sunna. Nei. Hún er nýbyrjuð samt. Nei, það er ekki menn. Allavega, sko, já, sko, á síðasta á sunnudaginn þá var ég 3 tíma á TikTok. Ok, ég er ekki svo mikið á TikTok. TikTok? Sko, síðustu... Ég er með daily average klukkutíma og 42 mínútur. Síðustu vikuna var ég 8 klukkutíma á TikTok. Síðustu viku? Og 6 klukkutíma á Instagram. Byrju, síðustu viku? Já. Ég var 12. Ég er búin að færa... Ég var í 15 tíma á TikTok í síðustu viku, sko. Já, en svo var ég sko 6 tíma á Instagram. Ég byrjaði að færa mig yfir Reels. Ég má ekki sína þetta. Akkur, hvað er það? Jú, ég er nú með 2 á Facebook. Ég nota Facebook ekkert eðla mikið, sko. Ég reyndar að regla með mikið average á Facebook síðan síðustu viku og ég var alltaf að refresha allt til að fá kótilettu með það. Já. Herru, höldum áfram spurningunar. Já. Hvað er þetta sko, bara... Þið bara að byrja að skoða messages. Shit. Hvað? Ég skulda hérna. Ok, hérna. Hvað? Ég enda að borga 3 Hvað ertu að kaupa styrra? Ég glemdi að borga... Skulda, fuck, þeir eru að koma. Hvað er eitthvað væl hérna? Gleymdur okkur? Já. Herru, ég borga okkur senna, ásakið. Hverjir eru þínir uppáhalds samstarfsfélagar? Vá, ég er ekkert eitthvað... Segðu bara allir, þá er allir glæðir. Já, þú veist, ég er ekkert eitthvað samstörum, sko. Þú veist, ég er búin að gera smá með PR-vörum og Er hann ekki bara að tala um manneskjur, eða? En þú veist, nei, er þetta ekki samstarfsaðilar? Nei, félagar. Ég veit ekki... Þetta getur verið bara sem vinnum eða eitthvað, ég veit ekki. Já, bara að gæja einhver manneskjur sem vinnum með. Og segja eitthvað, sagði spurninga? Já. Tinni Good. Tinni. Ok, sjátt á þetta Tinna og Finn, sko. Þeir eru upp á samstarfsfélagarnir mínir. Hver er það? Ég var að þjóna með þeim síðast sumar. Tinni var yfirmaðurinn minn. Næskæðir? Já, þeir eru meistarar, sko. Eru massaðir? Nei. Tinni er smá svona líku þér. Já, takk fyrir það. Ég vonandi að Tinni maður sé á hérna. Líku þér. Tinni er meistari, sko. Ég ætla að fara að vinna með aftur þetta sumar og því að ég saknaði það svo mikið en það bara gekk ekki alveg upp, sko. Akkur? Ég fór bara að vinna á sambíl í staðinn. Já, það lítum alveg þessu út, sko. Þeir eru smá líkir. Já. Þeir voru, Tinni og Finnur voru að senda þetta inn saman í gær, sko. Já. Að því að svo er önnur spurningi hérna. Á hún uppáhalds starfsfélaga? Kveðja Tinni og Finni? Tinni og Finni, maður. Þeir eru svo miklu meistarar, sko. Herðu, og svo er eina. Hefur hún unni Stráki sjómann? Það er góð spurning. Já. Pottir. Ég fór einu sinni... Jesus. Þegar ég verið í grunnskóla, þá voru með svona sjómannakeppni í unglingadeildinni. Og ég var í öðru seti. Af allir í unglingadeildinni, það var einn strákur sem vann mig og var í fyrsta seti. En þá var ég ekki að æfa, sko. Ég hef alltaf verið bara frekar sterk, sko. En því ég vann örugglega eitthvað gæja í þessari keppni. Er ekkert gæjar að koma upp á það núna í dag? Jú, mjög margir, en ég nenni ekki. Sko, ég veit alveg að þeir munu vinna mig, skilur við. Hvað er sjómann, sko? Og ég nenni ekki, ég veit alveg að þeir munu vinna mig, sko. Akkur segir það? Það er bara, það er miklu líklegra að eitthvað gæji vinni mig í sjómann, sko. Akkur? Bara lengri framhandleggur. Þetta er líka bara svo mikið kjafta. Þetta er eitthvað flókin tækni sem ég skil ekki í sjómann. Ég vinn engan í sjómann, bara engan. Já, ég nenni ekki að fara í sjómann með fólk, sko. Ég freka fyrir albegkeppni, sko. Það er meira svona, sýnir meira hvað ég get, sko. Já. Og svo er eitthvað einspurning. Ég segi láta þig og Ólaf fara í albegkeppni. Nei, Geir, þú vinnir með allan daginn, sko. Þú verður að vera með eitthvað extra weight. Mér langar samt ógeðslega að sjá bara. Ég með extra weight, ég er örugglega svona 20 kílóum þyngri en þú, sko. Hvað er þú núna? Svona 76 kíló eitthvað. Það áttu 10 kílóum þyngri. 11. Skinny, maður. Ég fæk ekki morgunmat. Ég er sko 56 kíló. 20 kílóum þyngri með einar. Það er svona hoppaði svona átt, ég bara svíf. Já. No joke, sko. Og þess vegna getur gert svona margar upphýðingar, skilur við. Þú ert ekki að tóa henni að þyngdu upp. Þegar ég var léttar á gæti ég gert fleiri, þú veist, það hefði gert fleiri upphýðingar. Þetta er bara svo spes. Með styrkin sem ég er með núna, skilur við. Þetta er svo spes. Ég held ég sé bara með svona fast metabolism, alltaf segja. Þú ert með það. Ég get alveg fullt og eitthvað og bara þessi tala, hún bara fer ekki. Þetta er bara 56 og hún er bara þannig. Hún bara... Þú getur örgulega minna á heldur, sko. Já, ég veit að ég get minna en ég held. Ég veit ég get minna en ég á að borða. Ég náði einu sinni ég náði 70 kíló einu sinni. Það er að ég borðaði bara svona 2 kladdakökur á dag. Í bónus
Bara 2 kladdkökur? Nei, þú veist, með öllu hinu. Svona súkkulaðikaka, 1000 kaloríur. Bara svona feitt shit. Það er gott, sko. Ég get klár eina bara one sitting, bara að vera að horfa sjónvarpið bara. Það er ógeðslegt, sko. Á hverju? Ég vildi að ég geti gert það, sko. Getur það ekki? Þú veist, ég gæti það, nei, reyndar ekki, ég er með glútenóþol, ég get ekki bara hveiti, sko. Það er mjög mikið vesen, getur það. Það er ekki vesen, það er bara fínt. Þú veist, það er gott, skilur. Þú veist, ég borði eða aldrei neitt eitthvað svona sem hvort með glúteni, skilur. Ég borði bara kjúklinga og hrísgrjón og kartöflu. Ég fæ mér ekki pítsu. Eða snemi ég eldan og sjálf. Það er hotlar, þú átt ekki að borða hveiti, sko. Þú átt að borða bara með. Jú, þú veist, það er. Þú átt alveg að fá hveiti, en þú veist, þú átt ekki bara að vera að lifa hveiti. Nei, hvað með spagetti bolognese? Þú verður að geta að borða það. Ég get alveg keypt glútenlaust pasta, sko. Já, það til. Spagetti bolognese? Það er uppáhaldsmaturinn minn. Besta á Íslandi núna er á Caruso. Ég fekk ógeðslega spagetti bolognese í Ítalíu. Bara léleg með þetta. Pasta var bara kalt og eða hrátt og bara ógeðslega. Já, þau vilja alltaf al dente, sko. Það var alltaf að vera svona hart. Mér finnst það ógeðslegt. Já, ég er samanlega. Ég vil bara mauksaðu pasta, sko. Umrætt. Og ég var ógeðslega pirraður. Ég er fucking Ítalíu. Ég var fucking gott spagetti bolognese. Það var ekki gott í Hollandi, ekki gott í Fraklandi. Ísland er bara stökk. Hvað fer alltaf farið spagetti bolognese allstað sem ferði það? Ég fæ mér alltaf steik, sko. Bara, ef það er hægt að fara steik, þá bara fæ mér steik, sko. Ég hata að fara að borða út, ég get aldrei borðað neitt. Það er alltaf hveiti í öllu. Það er alltaf bara, við erum myndað með fisk dagsins. Ekki steik. Og ég er bara... Eða þú veist, eitthvað. Já, ég bara langar ekkert mikið steik. Steikur svo góða, sko. Nei. Ég er svo óvinni að borða nautakjöt, sko. Akkur? Ég veit ekki, ég bara fekk aldrei nautakjöt að vera lítil, þannig að mér finnst það ekki svona verkefni. En burger? Jú, burger er góður, sko. Tommy Burger. Ef þú fara á eftir. Já, Nei. Jú, hann er hann. Já, herri, slagi á maður. Þú er svo áttaviltur. Slagi á maður. Þú fluttir í bæinn fyrir hvað, næstu 2 árum? Nei, bara ári. Já, ok, þú fluttir í bæinn fyrir ári. Hvernig ertu ekki bara að ná 8 árum? Ég rata allt, kallið minn. Nei? Jú. Nei? Ég er komin undir stýrið. Ég þarf alltaf að segja hvert að fara ef við erum með... Ég er alltaf með maps, þú ert ennþá að mapsa heimtíðin, sko. Nei, ég gera þess að stundum. Og svo næstu að því, sko. Hver fann burgerin hérna? Hver rataði? Og það var búin að fara á einhver 3 ára, eða? Já. Herri, og svo er eitthvað segið spurning, ég skil hann ekki alveg. Hversu marga kertu búin að vera? Ég skil ekki. Þetta er... Þú verður að klára spurningum til að skilja maður, sko. Þetta er síðasta. Þetta er mjög skriðið. Kertu. Hversu marga ertu... Þetta voru ekki að vera. Hversu marga ertu búin að vera með? Örgulega hversu mörgum ertu búin að vera með? Við ætlum ekki að svara þessar spurningar. Þetta er bannað. Voru svona fáar spurningar? Fáar? Ertu búin með 8? Já, ég er búin með 8. Hvað er þetta á fljótt? Ég held að það með vera fleiri spurningar, sko. Má ég sjá þessar spurningar? Þetta er bara vinið þínir, þú verður að skamma það. Þetta eru allt vinir mínir. Nei, 2 Ekki aðvald. 2 af þessu er ekki vinir mínir, sko. Þú verður að skamma vinir, bara, af hverju sendi ekki fleiri spurningar? Ég er bara með enga að bara, sko. Tjekkast þetta á Facebook, kannski er á Facebook. Nei, það er ekki á Facebook. Og settu þið líka á Facebook. Þetta fer alltaf automatically líka bara á Facebook. Automatically. Þetta er alltaf allt tengt, þetta er allt metta. Ertu alltaf í kaldabátnum með það? Nei, þetta er ekki, sko. Mér finnst það svolítið vont. Vont? Já. Það getur unni í kaldabátnum. Ég hefði átt að fara samt í kalda áðan út í ég er með bit út allt, sko. Já. Þú með tattu? Ég hefði átt að kæla það, sko. Hvað stendur? Ljósið mitt? Já, mamma skrifaði þetta. Skrifaði hann, er þetta heima skrif? Hún kallaði okkur systkinin alltaf ljósið mitt. Þannig að ég leta hann skrifa þetta fyrir mig. Hún var mjög stressuð að skrifa þetta út af því að hún vildi ekki einmitt tattu á mig. Hún skrifaði þetta í alvörunni? Já, og síðan lítið ég bara tattu það. Síðan er ég með hérna eitthvað. Fiðrildi? Og hérna líka. Þú ert ekki hrædd við fiðrildi? Þetta er rós, það ekki? Nei, páskalilja. Blóm. Páskalilja. Það er blóm. Síðan afmælisdagurinn minn. Ok, fun fact. Ég, amma mín og langafi mín eigum allar afmæli saman dag. What? Og við heitum allar Þóra. Og ég er með afmælisdaginn okkar hérna, sko. Það er sick. Það er crazy. Það er þetta mjög nett. Það var bara barnið hitt. Það er guð, ég er að segja. Barnið hitt á ekki þennan afmælisdag, það var bara svona... Ég verð að plana fyrirfram, sko. Hvernig ég ætla að eignast barnið, skilur. Síðan verð ég bara... Ég ætla að láta setja mig á stað, ég verð að halda þess að hefða áfram, sko. Mér finnst bara, keisara! Ég er búin að skýra hérna. Mér finnst það að finna þess svona, ef ég myndi plana einhvern, hvernig myndið þú plana eignast barnið þitt? Janúar, feb. Já, sko, lokás, ekki málið, sko. Það ertu svona að sketsi að gera þetta í janúar og það geta komið fyrirbjörn að geta það fæst Já, en það er líka mjög leiðilegt, skilur, að vera Ég er að hugsa febrúar jólin og strax ammæli og síðan þetta býði ár Ertu ammælisbarnið? Ef krakki, skilur Ertu mikið fyrir ammæli, eða? Nei, reyndar ekki. Nei, en þú veist, ég er að segja svona, þú veist, þegar krakkar eru mjög ungir, þú veist, það er komið jól og síðan bara strax ammæli og síðan þurfa bara að bíða í heilt ár eftir að kemur eitthvað aftur. Ég fíla svolítið febrúar, Páskar? Sko. Já, ég er í lok mars og mér finnst það mjög fínt, þú veist. Mér finnst, ég er einmitt lok það er góð pása, sko. Nei, ég er í lok febrúar einmitt og það mér finnst það mjög næs, sko. Einhvern veginn, og svo kemur bara sumarið
Já. Og þú veist, það ekkert að gera, þú veist, mér finnst það alveg cool og þá allt sumar bara ekkert að gera Já, sammála. Það örugglega samt leiðilegt þegar ég afmæli sumar út af því að þá allir ekstra staðar sko. Mætir enginn. Já, líka bara svona það gaman að mæta í skólan og maður á afmæli. Það allt svona til hamingju daginn. Það er sick. En á sumrin maður ekkert í skólanum, skilur við. Ég veit ekki, núna svona þegar hún eldri þá ég fæ samt alltaf eitthvað svona confidence boost þegar ég er eldri. Ég veit ekki okkur. Nei, þú veist þegar ég afmæli minna ég. Það er alltaf svona, vakna alltaf afmælisdaginn minn bara svona þetta er svona myndagur. I'm the man, bro. Ég var alveg þar sko, síðan bara eitthvað voru svona 3 ári eitthvað þar sem það var enginn á landinu, bara enginn af fjölskyldinu minni eða neitt þegar ég ætti afmæli. Þannig að þá eiginlega bara svona, mér er alveg sama, veit enginn ef afmæli. Ég er miklu meira jólagaur sko. Þetta er jólamannskja. Ég lifi fyrir jólinn sko, bara. Ég minnst alveg gaman í jólunum, en það er bara svona, ég elska góða mat og... Ég verð svona crazy fullarinn. Svona sem bara kaupir fullt af sko. Það er að skreita á okkar. Ég verð svona Griswold gæi sko, sem er bara svona hvernig það aftur? Anna Christmas Vacation gæi sem er bara að skreita húsið sitt alveg bara á fulli sko. Ég held ekki það sko. Mér finnst alveg gaman að skreita mikið eins og mamma mín skreita alltaf ógeðslega mikið. Það er bara svo mikið aðdrasli jólin og það tekur bara 3 daga að skreita sko. Og síðan sko bjó ég hjá pappa mínum og það var aldrei neitt skreitt og ég var ekkert í jólagýr skilur. En ég elska bara og því að þú veist, ég fæ alltaf 2 jól aðfangadagir hjá pappa og jóladagir hjá mömmu. Það var bara geggjaðan mat í marga daga. En áramótin. Bara 7 skala dag og ég bara... 7 skalar við? Ég elska það sko. Maturinn líka samt. Ég elska. Þú veist, mér finnst auðveldara að vera sko óþægilega sött, þannig ég get ekki staðið upp heldur en að vera svöng sko. Já. Álunni. Ég borðaði ekki fyrir 2 í gær sko, nei 3. Held ég, jú. Ég þarf að borða svona 2-3 sem fresti annars er bara að deyja sko. Ég get bara sleppt bara ég ætla að segja, ég væri geggja svona stelpumódel í gamla, svona ég er svona anorexic sko. Ég myndi bara borða svona smá nammi, sykur, fá með Nesquik, það var bara góður sko. Jéttu meira maður. Nei, veist, ég væri þannig skilur. Ég er loksins, líka minn loksins byrjar að fatta svona og þú veist, ég verði actually núna svangur. Já, ég á sko erfitt með að borða minna en 2000 kaloríur á dag sko. Alveg mjög erfitt. Ég er alveg komið þangað sko. Núna actually bara get ég borða, þú veist, ég var alltaf listalegur svona eitthvað og bara gæti mig bara sleppt öll deginum að borða. Skil ekki. Ég skil nefnilega ekki heldur. Ég vakna bara að deyja hungri. Núna ger ég það. Núna vakna ég bara, fuck hvað ég svangur sko, alveg bara, og fæ mér geggja bara egg og fullt að svona sitt og það er gæðið. Ég er alltaf svona, þar er ég að fara að borða það, maður, ég nenni ekki sko. Svo langum okkur að kunna elda. Ég kann elda. Ég líka. Mér finnst svo pirrandi þú veist að ég nenni ekki læra það, en ég var bara til að þetta er svona kunnata sem ég var til. Það er bara að vinna á sambýli, það er alltaf elda. Já, það er alltaf fyrir fólki. Nei, ég myndi ekki nenni því. Þetta er lítið borð. Ég myndi bara vilja kunna, núna er TikTok bara einhver gauðra bara elda eitthvað ógeðslega næs mat og eitthvað. Þú verður bara að pröfa fram. Hvað er þetta góð að elda? Ég bara nenni því ekki. Þú veist, ok, ég get alveg elda alls konar eitthvað flókið en ég bara gera það aldrei. Getur ekki elda það? Það er ekki flókið. Nei, þú getur gert það flókið. En ég, þú veist, homemade sauce. ég bara nenni aldrei að gera það flókið út í að ég borða alltaf það sama. Hvað, ertu bara henda bara kjúla í mixerinn? Alltaf, nei. Er ekki sig aðeins að gera? Hann bara drekkur kjúling. Alltaf þegar ég er, þú veist, ok, ég er eiginlega aldrei heima svona hádegi þannig að ég mealpreppa skilur fyrir vikuna. Damn. Og ég er eiginlega alltaf bara með kalkuna, hrísgrjón, grænmeti og smá sojasósu skilur, smá sriracha. Sriracha? Já, ég er bara búin að borða það í hádegismat í svona ár. Ég borða alltaf havragraut í morgunmat, nema þegar ég fór á æfingu þá fæ ég mér, þú veist, cream of rice sem er þá havragrautur á hollur? Alveg eins og havragrautur nema bara með hrísgrjónum, basically-grjóngrautur út í að hrísgrjón meltast hraðar en havrar og að vera frá æfingu. Þú getur aldrei verið sko eitthvað svona sterkur eða eitthvað. Ég hef borðað góðan havragraut. Þú er svo Ég set prótenduft í havragraut, þá er hann eins og sko kaka á bragðið. Ég hef pröfað það. Það er sem sé bara cake for breakfast sko. Það er geðvægt. Það er amazing. En kladdakauki, bara í morgunmat. Það er ógeðslega óhollt. Það er líka að læta blóðsykurinn spæka ógeðslega mikið og þá ertu bara sko 100% eftir 20 ár þá ertu komið með sykursýki. Já, nú. Ég þarf að veða upp á 1.000.000 að vera komið sykursýki. Hver er að borða lakrís hérna? Ekki ég borða ekki nammi lengur í dag mikið. Ég borða miklu meira snakkaldur en nammi sko. Já, ég myndi freka kjósa snakkaldur en nammi sko. Er það? Sko, ok, ég var miklu meira samt svo snakkvagninum, nú er ég svona súkulavagninum. Nutella. Nutella, bro. Nennir að hætta að slá mig. Herru, mér langar að kvóta eitt góðan mann, Pétur Jóhann. Er það mikið að hlusta betur bíluna? Ég er komin í áskrift sko. Bara leiður segðu bara áskrift, ég er bara skramma postlista right now. Ég var bara, yes. Já, bara mér er sama hvað það kostar 12.000 skall á mánuði. Ég var tilbúin að borga 10.000 skall. Já, ég líka.
Ég bara elska þessa menn. Ég dýrka þessa menn. Þú bara sendið það þættina, þetta maður rippað á. Ég dýrka þessa menn. Paldi átt 150 þætti eftir inn á Spotify. Paldi hvað hann heppinn. Ángriðis, öll símaðutinn. Það er grínast. Nei, ég var að hlusta á 2. Já, wow, ok, það áttu 148. Þú átt samt svo góð símaðut eftir, bara ég kemst ekki á fundin, en ég annars þegar í styrtuna og ég fekk sjampóbrú sem ég raskati. Ég fíla samt líka bara... Ég sko hlægi ekki oft yfir einhverjum, þú veist, með fyrst alveg podcast eitthvað fyndin, en ég ekkert eitthvað svona hlægjandi upp átt, en ég get ekki haldið í mér að hlusta það, sko. Já. Ég fíla samt líka bara þegar að spjalla, mér er svo kósí þegar eru bara að spjalla milli og sveppi líka. Ég elska líka núna að geta séð vídjóin. Já, ég hef aldrei fílað að horfa á vídjó og podcast, sko. Nei, ég reyndar ekki mikið í því heldur. Elska að vera með podcast og vera að gera eitthvað. Já, ég reyndar líka. Líka alltaf ef ég er að horfa á eitthvað, þá verð ég að vera að gera eitthvað annað. Þú veist, ég er kannski að horfa á eitthvað og er að TikTok og kannski að borða líka. Bíómyndi líka. Já, ég nenni ekki að horfa á bíómyndir af því að ég hef ekki þolinmæði að horfa á það, sko. Þau eru að sýna fólkinu virðingu sem bjó til myndina og horfa á hana alla og bara horfa á hana. Bíómyndir eru bara svo fucking leðilega, sko. Ég er bara svo stutt, sko, TikTok henda mér svo vel út af því að ég er með svo ógeðslega stutt svona attention span. Og hvað verður í framtíðinni? Verður bara... Ég veit það ekki. Pre-workout. Bíómyndir verða bara ekki til í framtíðinni. Pre-workout monster. Akkur er það rækit monster? Ég sé þetta ekki, sko, en já. Ég þarf að veða þess að bíómyndir fara bara mjög fækkandi núna. Já, það er engin með svona bara geta haldið aðtekli svona lengi, sko. Nei, þættir, sko, það er bara málið. Þættir á TikTok. Já, mér er samt erfitt að komast inn í þættir, sko. Ég verð alveg að... Ertu búin að horfa á Your Honor? Nei, þetta er ekki. Mjög góð þættir. Mér vantar eitthvað nýtt, sko. Ég er að reyna að horfa á Love Island en ég gleymi alltaf. Love Island? Þá er allir innu komnir bara 7 þættir í viðbót og ég er bara, ég næ ekki. Hvað síra er þetta? Já, ég var, sko, mér fannst Love Island alveg skemmtilegt þegar ég byrjaði að horfa á það. Nú er ég smá komið leið á því. En Love Cabin, sko. Nei, erum við að sjá það? Það er annað. Allt þetta lofdrast. Ég skildi ekki. Hverju? Þú er svona típa sem myndi vera svona ég ert að horfa á Love Island ég ert að horfa, þú veist, Too Hot to Handle eða eitthvað. Það er þættir ekki? Jú. En hefur hort á Game of Thrones? Ég byrjaði því svona 5 sinnum en ég kemst aldrei yfir fyrsta þátt. Nei, ekki ég heldur. Ég er alveg það líka. Af því að ég verða, þú veist, maður verður að horfa til þess að komast inn en ég næ ekki að halda athygli. Svo er bara eðlíkinn fyrir Game of Thrones út að þeir segja 8. síðan sé bara lélegasta TV. Það er lygi, ég horfði á allt og ég bara elska það. Mér langaði meira. Já, en þetta var lokinn bara, það bara ekki meira. Ég veit það, og hvað? Já, þú getur ekki sagt neitt, þú ert ekki búin að horfa á House of Dragons, þannig að þú verðst ekki alveg fan. House of Dragons, ég nefnir því ekki. Ég er invested í Rose Leslie. Það er talið vera, þú bara horfður fyrir gæluna, sko. Er það að banna það? Nei. Nei, þú veist það því. Það er bara, já. Þú horfður svo mikið á svona, þú ert alveg þannig, sko. Já. Það er bara, já, þetta er... Hún líka, hún er alltaf að horfa á strákina, sko. Við erum í expose kastinu right now, sko. Þannig hobbyið þetta er bara að ræktinu, er það ekki eitthvað annað? Já, þú veist, ræktin. Keyrir hratt? Nei, ekki lengur. En það er eiginlega með main hobby, sko. Mér finnst alveg gaman að gera vídeo líka og mér finnst gaman að syngja. Syngja? Já. Skemmt hljóðina. Þú varst á Akranesi, ég varst með tónleikum bókasafninu Akranesi. Er það? Það stóði það til í blaðinu. Ég var með tónleika þar. Jú, ég var með tónleika þar þegar ég var að útskrifast á 10. bekk held ég. Ég var það, sko. Ég held að bróður minn hafi verið að spila undir. Já, þú átt bróður það? Já, ég og bróður minn er alltaf að syngja og spila saman, sko. Já, er hann að piano? Nei, hann er á gítar. Það var þessu með Billie Eilish og bróður hennar? Já, það er svolítið þannig væp, sko. Ég fórum þessu söngkeppni og vorum að syngja lag með Billie Eilish og hann var svona að spila gítar með hliðina mér. Við vorum basically alveg eins. Þú varst í Idolinu? Ég er að fara. Í alvörunni? Já. Nice! Ég hlakka til, sjáðu maður, það var gaman. Þú tökum upp annan þá þegar við erum búin að vinna Idolið, bara. Já, bróður minn var sko, hann er með biggest fan sko þegar ég er að syngja, hann var bara Þóra, þegar við vorum að horfa síðust sér, hann var bara Þóra, horfa þetta fólk. Það eru léleg. Já, þú mölt vinna þetta. Og hvaða lag ætlar að taka? Ég veit það ekki sko. Hvernig eru árundapröfur? Það eru ágúst, þú veist ég kom líka gegn fyrstu. Þú komin í gegn? Það er hann að fyrst sendur maður bara vídeo, síðan fer maður í svona dómara. Þetta er ekki óþægilegt eitthvað? Jú, þú ekki minna tónlist sko. Bara syngja a cappella. Damn. Svo Bubbi bara, þú ert ömuleg. Brullar í mig. Bubbi er ekkert í Idolinu. Hvað, horfður ekki Idolinu? Þetta er hann Netsmjör, Birgitta Haugdal, Daniel August og Bríett. Alltaf þau voru í fyrra, ég veit ekki hvort þau séu að breyta eitthvað. Það hlýtur að vera saman bara. Já. Akkur er samt, mér finnst það að þetta breyta. Nei, ekki svona fljótt. Nei, ég held að þetta verður bara ef það breytir einhver breytist þá var það kannski einn. Þetta verður bara eins og ég gott að verða bara sömu dómara sko. Og síðan kannski bara skiptist einn út. Það er svona skjálta? Ég fæ svo mikið skjálta. Ég þess vegna langar mig svo mikið að fara út af því að ég verða að komast yfir hann skjálta. Ég er búin að vera að syngja sviðum og
eitthvað fyrir fram fólk bara síðan ég mann eftir mér sko, en ég get fótt að staða í lappirna sko. Þannig ég verð svona komast yfir það. Það er svona gott að þú veist það hjálpa manni stundum að vera svona stressaður. Já. Að æfa lappirnar. Vöðvarnar sko. Tekur 200 back, nei dead, þá er það komið sko. Þá bara haggast ekki sko. Herru, ég held að við þurfum bara að fara að ljúka þessu áður en við gjörsamlega lekum niður. Já, ég er að deyja úr þetta. Við erum bara aðeins að fara fram að ganga og bara kæla okkur niður, það er kallt þar. Ég meina við erum búin að taka upp í klukkutíma, hálftíma. Damn, hvað er klukkan? Ég er að vinna klukkan 3 sko. Klukkutíma, ég mæta bara fyrir vinna. Já, það er bara geggjað. Bara takk hérlega fyrir að koma. Já, takk fyrir að fá mig. Takk hérlega, já. Bara njóttu lífsins og í næsta þetta sem við hlusta. Já. Stay in school. Já, þú ert að segja eitthvað. Já, bye. Bye.